ekki vera fínir svona? Jú, þú talar alltaf miklu hærri en ég. Þú talar alltaf hátt, sko. Já, það var hræðilegt. Við vitum ekki hvað gerðist. Já, þetta ekki fínt? Þetta flott, við erum bara í beinni hérna, allt gengur flott. Ég 1 og þú 2? Já, þú ert alltaf númer 1 í mínu lífi. Það bara svoleiðis. Yes! Við verðum að testa hljóðið sérst í beinni, það er ekki bara sniðsverðir. Það er bara að testa í beinni. Því við erum í beinni núna ennþá, er ekki bara gott að hafa þetta alltaf að testa í beinni. Já, það er langbest. Allar prófanir eru óþarfar, maður bara gerir þetta live. Já, þetta er bara 2,5D1. Þetta lærði ég þegar ég var að forritari. En einhver hluta vegna er ég ekki forritari lengur. Ég veit ekkert út af hverju. Það gekk ekki nógu vel. Ég ætla að tilkynna liðin hérna í salnum. Yes, geggjað. Ég skal fara við liðin líka með ykkur eftir smá stund. Við vorum að fá samband hérna á internetið í Egilshöllinni. Egilshöllin er ekki, hún er kannski glæsileg bygging en hún er ekki tæknivædd frekar heldur en ég sjálfur. Við skulum kíkja aðeins á ksi.is. Fara við liðskipan í dag. Við ætlum hérna að hafa skilst að formaði félagsins sjálfur verðið á myndavélinni. Þetta er ótrúlegt. Og hérna, er það ekki rétt, Heimir? Þú ætlar að vera á kamerunni? Já. Já, það er bara frábært. Það er bara geðvægt. Má sjá. Það er... Já. Byrjunarlið Víkinga er nú kannski ekkert endilega óþekkt okkur. Það er í markinu Ingvar Jónsson nr. 1, nr. 2 er Sveinn Gísli Þorkelsson, nr. 6 er Gunnar Vatnamar sem er komið til landsins aftur. Bjóðum að velkomin aftur í Víkina. Nr. 7 Erlingur Agnarsson, nr. 8 Viktor Örlygur Andrason, nr. 9 Helgi Guðjónsson, nr. 11 Gísli Gottskálk Þórðarsson og nr. 17 Ari Sigurpálsson, 19 Daniel Dejan Djuric og nr. 22 Kalli Gunnars og nr. 27 Matti Vill. Og í varamannabekkurinn er nr. 99 Uggi Jóhann Auðunsson, markmaður, og nr. 3 Davíð Helgi Aronsson sem byrjaði síðasta leik, nr. 10 Pablo Punjet, nr. 12 Halldór Smári, 15 Bjarki Björn, 23 Nico Hansen og 26 Kári Vilberg Atlason. Ég veit nú ekki mikið þann leikmann, fæ vonandi að vita meira hann hérna á eftir. Og hérna, þetta er 2004, þannig ekki er hann nú, þetta er þá fyrsti meistaraflokksleikurinn hans, ef ég sýnst ekki, nei, hann spilaði mútið Breiðablik 2001. Þetta er mér fyrsti leikurinn hans. Þetta er ungt lið á bekknum, mjög ungt lið Fjölnismanna. Það sem að þjálfarinn okkar í dag náttúrulega sjálfsagt Arnar Bergmann Gunnlaugsson, tónlist aðstoðari Óskar Örn Hauksson, Aron Baldvin Þórðarsson, Hasrúdín Garðar Klía, Sölvi Geir Ottesen og Pétur Örn Gunnarsson og Bensi á bekknum, Bensi Sveins. Það er aldeilis, það er engu til sparað hérna í Víkinni. Bensi er þetta sjálfur út á velli, Heimir kannski setur myndin á Bensa bara til að sýna fólki aðeins Bensa. Sýna aðeins Bensa, þegar fólk er að spyrja hérna hver Bensi er, ja þetta er Bensi. Við erum að gera Bensa einhverjum karakter í Víkinni utan Víkarinnar sko, hann er landsfrægur niður í Vík. Passa boltana eins og Haukur. Sækir þetta boltan, skipið Pablo að vinsanlega skila honum strax. Nú ganga liðin til búningsklefa og eftir 5 mínútur förum við í loftið. Skulum sjá hvort ég get ekki bara gert eitthvað skemmtilegt á meðan eins og að hlusta tónlist eða eitthvað, því ég er mjög leiðilegur svona þegar ég veit ekki alveg hvað þú segja. En við skulum sjá hvort ég get ekki gert eitthvað skemmtilegt. Allt að gerast. Sverrir náttúrulega sko, hann er það fagmannlegur í sem að bara verður fyrir hjá sér sko. Þetta er svo vel gert. Og hann slökkti mér að sjá sjálfum sér, hann er það fagmannlegur. Já. Þetta er alveg ótrúlegt. Ekkert rugl hérna og sko setupið, sko staffið hérna í þessari útsendingu er til algjöra fyrirmyndar. Ótrúlegt. Formaður knattspyrnudeildar Víkings er á kamerunni. Varaformaður knattspyrnudeildar Víkings. Var hann ekki eiginlega svona var ekki alltaf hrifinn af þessu? Hann Heimir? Nei, ekki alveg. Kannski er þetta ekki Heimir? Nei, ég hef aldrei séð hann gæja, ég veit ekki hver þetta er. Við hefum aldrei séð hann gera neitt, skilur við? Nei. Núna er hann bara allt í einu komin í vinnu. Þetta er ótrúlegt að sjá þetta. Ég ætla að hvort ég gæti komið hérna upp af því nú eru bara 3 mínútur í þetta eða eitthvað. Fá að sjá, ég ætla að prófa eitt. Já. Fá að sjá mörkin úr síðasta leik, hvort það virki á okkur. Já. Ég held að það sé bara að virka. Ég held að við þurfum svo bara að þegja. Það var með ykkur, Sverrir Geirdal heiti ég. Fæ að vera með Herði hérna sem er orðinn mjög Hörður er búinn að vera hérna með alla leiki, er ótrúlegur. Ég fæ að vera með það er að koma hljóður þegar að kóarinn hans, hann Bjarki sem bara ekki ég segði þetta hérna
tóku á móti IR síðustu helgi í sko bara neðavirkri sko. Það var svakalegt ástand þannig í Vík. Já, sáum bara hálfan vellinn. Svo náttúrulega svo alltaf birti til en við byrjuðum leikinn alveg fáralega vel, komast yfir þetta eftir hvað 50 sekúndur eða eitthvað. Já. Og þessi leikur komið svolítið óvart af því að ég er í lengjudeild og er að koma upp úr annarri deild og eitthvað, en þetta var bara miklu erfiðara heldur en ég held sko. Miklu erfiðara og þróaðist allt öðru heldur en við heldum. Það var bara mjög segir sko, og ef við spilum svona lengjudeildinni þá var það ekki lengi þar held ég. Hér er Markus kominn með eitthvað vesen, hvað segir Markus minn? Það getur stuða síman? Já, það er bara fjöldingi hérna kallinn minn. Hér er allt til alls. Gott að við getum hjálpað meistaraflokknum með sína vinnu, sína góðu vinnu. Já, algjörlega. Við erum til taks, alltaf til þjónustu reiðubúnir. Heldur betur. En ég er mjög glaður að við erum inni núna en ekki... Já, ég var niðri í Vík áðan maður. Á -11. Það var hérna... Á -11. Það var svakalegt og feels like -19 sko. Á svoleiðis, já. Það er hérna tilkynning úr viðburðarráði Víkings, Gunnar Magnús Geving Þorsteinsson, eins og köllum hann í dag atvinnuleysi bankamaðurinn. Já. Hann hérna, sem betur fyrir gott fyrir okkur Víkingana, því hann hefur heldur betur tíma til að hjálpa okkur niður í Vík. Algjörlega. Hann er að taka viðþolslaus. Ótrúlega gæi. Hann er að koma, þannig að hann tekur við Heimi eftir það bil 10 mínútur. Já. Þannig að fyrstu 10 mínútur leiksins verður Heimir varaformaður. Formaður, hans fer ekki að segja svona. Ég er varaformaður. Þú ert varaformaður. Þannig að ég var að segja að setupið væri ótrúlegt. Já, einmitt, og svo bara ykkur Hörður. Og svo bara ykkur Hörður. Já, sem ég er fann að kalla Há. Há. Hörður Ágústsson. Há. Rétt, eins og Vá. Háið, já. Er háið mætt? Háið mætt. Já. Og það einmitt segir að því að sko þegar þú býr til háljósin, þá er það annað sko. Það er svona ljósin á há. Þú ætlar ekkert að stoppa með þetta highlight stæmi. Nei, háljós. Háljós, já. Hörður Ágústsson ljós. Háljós, einmitt. Algjörlega. Svo þegar það koma myndir af virkum áhorfendum með bliss í blöðunum þá er það váljós. Já. Þetta hættir ekkert sko. Það er bara á í öllum orðum. Við verðum með sölu á blissu núna fljótlega. Já, við erum að byrja þetta. Já. Við erum búin að kaupa lager af útrunum blissum, af Vestfirðingum. Og það verður gefið við innganginn. Nú fyrir að koma á markinu hjá honum Óskari Erni hérna í þessari frábæra endursýningu okkar. Sjáum hvort að það sé til friðs hjá okkur. Já, ég heldur að koma núna. Nei, við getum hrygt áhorfendur með því að Óskar verður sennilega ekki að tala hún í þetta. Nei, ég lakkaði í þessu, kannski er það tala hún í þetta, ég veit það ekki. Já, Óskar er sem ekki í hóp í dag. Nei, hérna mitt var hann í hóp og ákvað að taka boltan hérna á 25 metrunum og smyrja hann í hótni sko. Bara eins og maður gera á 50 aldri. Og hann er búinn að gera það núna hátt í 20 ár. Þetta er ótrúlegt. Það er magnað sko. Frábært að fá hann leikmann í Víkina. En ég er enginn til bara ég sjá hérna færið þegar hann hendur boltanum á miðjunni og bara hann tók allan völlinn og leikur á Ingvar sko. Þetta var mjög vel gert hjá þeim og ég bara get ekki hrósað nógu mikið. Bæði líka í kvennaboltanum hefur spilað móti liðum á neðri deildunum. Já. Þar eru liðan ekki með unum 10-0 á móti Fjölni. Já. En Fjölnir var að spila mjög skemmtilega fótbolta. Þetta er alveg svolítið annað en þegar við vorum yngri þessu. Það er bara pakkaði vörn og... Þeir eru á ákveðinni vegferð. Það er vegferð og sviðsmyndir, mikið af sviðsmyndum. Já. Og hún er jákvæð. Hún er mjög jákvæð sviðsmynd sem er að verða ofan á. Hrikalega okkur Arnar Steinar þegar hann gaf hann á Níko. Níko var ekki alveg með. Mér skilst að Níko hafi ekki verið sérstaklega ánægð með þetta. Nei, Níko er sjaldnast ánægður. Það er ekki satt. Hann er ánægður rétt eftir að hann skoraði markið. Ég skal ekki ljúga því eða eitthvað. Nei. En nú eru liðin að koma inn á völlinn. Fjölnir komin nú þegar inn á völlinn og er að ráða ráðum sínum og við Víkingar erum að spretta inn eins og Daniel Dejan. Daniel Dejan Djuric og hans besti virki bróður, Nikola Djuric, sem er okkar besti víkingur. Hann er ekki einn í kvöld sem betur fer fyrir áhorfendur og yngri börn. Já, hann er að spara sig. Markus, við ætlum að plata Heimi í þetta. Ég held að þú sett betri í þessum Heimir. Að stýra kamerunni fyrstu 10 mínútur, það er að koma gæja að gera það. Eða Heimir, ég hendi Heimundur rútuna þarna og biðst bara afsökunar Heimir. Ég biðst afsökunar svo vantrausti sem ég sett í þinn garð. En við byrjum leikinn að spila í áttina, áttina að Akranesi. Hvað snúið í húsinu núna? Já, nei. Þetta er Mosfellsbær. Já, einmitt. Áttina Esjunni og Fjölnismenn spila átt af Víkinni. Hér eru ljósmyndarar og allt til alls.
Hér eru útsendarar frá tískublöðum. Já, og hér erum við búin að taka yfir heimavallar mikrofónin sem einhvern veginn, ég veit ekki hvernig það fór, hvernig það æxlaðist einhvern veginn. Nei, við erum alltaf orðin alveg ótrúlega frekir, mætum bara og Kræfir, tökum yfir. allt og kræfir. Já. En það stoppar okkur enginn af. Og þá er þetta alltaf leið. Þá er þetta alltaf leið. Væntanlega hefði enginn verið þá á Svona varð bankarunni, sko, paldi. Já, svona frekir. Já, bara stoppar okkur enginn af. Nei, gerum þetta bara. Gerum þetta bara. Kunnum þetta, getum þetta. Já, Við erum miklu betri en allir hinnir. Við kunnum eitthvað og getum eitthvað. Viktor Örlygur hleypur hérna inn í hópinn. Hann er fyrirliði í dag. Kapitán. En aftur það vantar alveg dágóðan slatta í liðið. Eins og eins og daginn. Já, við erum í janúar, þannig að það er eðlilegt að það sé svona ekki alveg fullur hópur. En mér sýnist þetta að vera ansi sterkt lið. Ég held að sé nú enginn þarna inni sem hefur á ekki meistaraflokksleik til dæmis. Nei, einmitt. Það er rétt hjá þér. Nú styttist aldeilis í þetta, hann lítur á klukku sína dómarinn, hann Ahmed. Og okkar besti. Og hann býður enn sinn. Ég veit ekki eftir hvað menn er að bíða. 3 mínútur yfir. En þetta hlýtur að detta inn. Boltinn er kominn, mörkin á sínum stað. Völlurinn er grænn, væntanlega búið að mökvann. Það er allavega búið að mokan. Það er engin snjór, ég sé engan snjó hérna. Nei, ég sá voða lítið snjó, sko. Við erum að reyna að græja hérna. Víkingar byrja með boltann. Og það er Sveinn Gísli og Matti er í miðverðinum sýnist mér. Og Hamarinn. Fjölnir ætlaði bara að byrja með látum. Pressa strax. Langur bolti fram. Fjölnismenn ná að skalla þetta frá. Átökum á boltanum, nei, þetta er ekki ránt. Þessi er rángur held ég. Já. Rángstaða Fjölnismenn. Þeir eru hugrakir og ætla ekkert að leggjast í vörn. Þeir ætla bara að taka þetta með trukk og dýfu. Hérna í upphafi. Kom okkur kannski svolítið óvart, ég veit það ekki. Ég held ég kom okkur óvart í dag. Sem þetta verði bara eins og allar leikir hjá okkur núna. Þetta er búið að vera bara virkilega góð lið að spila mót okkur. Það er engin breyting þar á í dag. Þessi er númer 22, ég held að hann eigi ekki leik reyndar. Karl Friðlur, þetta er Karlinni, þetta er ekki Karl Friðlur. Æja, við sjáum til. Örugglega, þetta er örugglega, ég sé að fara að blindast með árum. Sveinn Gísli. Neglur hún tilbaka. Fjölnismenn sprækir hérna í upphafi, ætla að selja sér dýrt. Ingvar út á hægri kantinn. Ari missir ánum. Fjölnismenn spila vel á milli sín hérna. En Ari grjótharður. Skýrir boltanum út á og við Víkingar eigum innkast við hliðalínu. Mér finnst þetta alltaf ég að fyndið. Mér finnst alveg magnað hvernig við náum alltaf að redda okkur sverri. Nú var ég að redda vel leikleikunni, þetta er alveg magnað. Já, ok, geggjað. Já, þetta gengur allt svo vel hjá okkur. Ég er bara að tala meðan að þú vinnur. Láttu við ráða. Hann er okkar gamli félagi, Alex Freyr, gefur boltan inn fyrir og þeir fá hotspinnu, sem fyrstu hotspinnuna í leiknum. Fá Fjölnismenn. Við skulum sjá. Gáðast, ég kom ekki hérna. Það er leikmaður nr. 8, Oliver Dagur Tólasíu sem býr sig undan að taka spinnuna. Þeir fylla teginn, það er bara 1 eða 2 fyrir utan teginn hjá Fjölnismönnum, þannig að þeir alltaf, kannski er þetta strategían að gera vel í föstum leikatriðum, sjáum til, boltinn kemur inn og Ingvar er að slá þetta aðeins frá. Þarna var hætti spark á Fjölnismanninn, Sveinn Gísli lætur vaði í þetta, honum er alveg sama hvort hann fái skóinn í hausinn. Þannig verða menn bestu vinir Sölva Ottesen með því að láta hausinn í boltan, hausinn bara í aðstæðunar. Er það staðfestar hreittir? Ég held að sé þannig. Matti ber boltan upp, Ari tilbúinn hérna hægra megin undir hjá okkur, Gísli gott skálk. Og það er mikil góð pressa með Fjölnismönnum. Sveinn gefur á Ingvar. Hvað gerum við? Hvernig komumst út úr þessu? Við bara komumst ekkert út úr þessu. Nei, þeir eru bara Þetta er bara vel gert fyrir Fjölni, þeir eru góð pressa. Greinilega vel skipulagðir og flottir. Ekki segja að selja sér dýrt, eða? Jó. Og þeir eru engir aukvísar í boltan. Nei. Það er heldur betur ekki þannig. Nú skulum við sjá hvort að við pressum þá, hvort við gjöldum líku líkt. Hann negla fram.
og hann er hraður hérna og Vatnamarinn næri að halda í við hann. Thorlacius. Þetta er flott, vel spilað með Fjölnismönnum. Þeir eru tilbúin að gefa hann inn í út á kantinn. Já, þetta er kallliðlega, ég er bara að ruglast hann aðeins. Og þeir eru konur upp á endamörkum og gefa fyrir og hvað gerist? Hérna á fastleggina, en Ari er vel vakandi, fylgir vel tilbaka og næri að komast inn á milli og koma boltanum út fyrir. Ég ekki segja bara að það mátt engu muna. Fjölnismenn í uppspilinu, spila bara vel á milli sín. Við býðum átekta og vonum að þeir gera ykkur mistök. Þeir eru konur hérna upp vinstri kantinn og kannski náðu boltanum fyrir. Leikmaður nr. 88 gefur fyrir. Það er rangur og dæma rangstöðu. Heldur miklu muna. Þeir koma bara mjög sprækir til leiks Fjölnismenn, enda á heimavelli. Heimavelli hérna í glæsilega aðstæða. Já, vel lýst og engi snjór og frostið alveg í lágmarki. Gísli Gotti. Fer vel með boltan. Daniel Dejan, hvað gera nær hann að gefa og Ara, hann hleypur inn, nær hann á boltanum. Já, við erum að sjá fyrsta markið. Já, Helgi Guðjónsson með fyrsta markið. Stórglæsileg stóðsending frá Ara. Flott sókn með hægri kantinn og Ari nær boltanum eftir frábæra sendingu á miðjunni. Beint á Helga sem lúrir frá fjær og potar honum inn. 1-0. 1-0 Víkingur. Þetta byrjar frábærlega okkur í dag, alveg eins og í síðasta leik, en kannski öðruvísi núna að Fjölnir lá bara heldur betur á okkur. Já, en svo skína gæðin í gegn. Já, við eigum til að láta það gerast. Nú ætla Sverrir að tilkynna húsinu hver skoraði markið. Þetta er svo galið sko, við veitum með eitthvað klukk á skjánum, þetta er alveg fáránlegt sko. Svona, nú er það komið okkur. Fúski búið í kvöld, dragsins klárt. Helgi Martin Sverrir minn. Sælir. Vonum að Heimir hafi gert þessu marki justice með myndtöku sinni, Fór þetta í háljós? Þetta náði í háljós held ég vona það. Ég ætla að njóta þess núna að lýsa leiknum með þér. Tæknilega atriði komin í lag. Komin í hús, við erum komin aftur í góða sóknina. Viktor gefur tilbaka á Matta. Matti sem er búinn að finna sér nýtt hlutverk í vörðinni, ef að segja það. Já, algjörlega. Hann bara risalega sterkur miðvörður. Finnur sér vel í þessu hlutverki líka. Hann er bara fættur sigurvegari, fættur leiðtogi. Kann leikinn upp á 10. Já, hann hefur spilað nokkra leiki með hana. Það var gaman að vita hversu margir þeir eru. Ætli séu 500 plús eða? Já, örugglega mjög nálægt sko. Skulum sjá hvort að Helgi nær þessu að búið að dæma rangstöðu. Þessi dómari dæmdi svolítið lengi til kvenna í sumar. Var þetta ekki frábær dómari? Jú, hann mjög góður. Hann náði held ég einum leik í meistaraflokki karla. Í bestu. Hann vinnir það, já. Og hann stóð sér bara vel. Röggsamur og sanngjarn sko. Ég bið ekki mikið meira frá dómarum sko. Ég held að hann sé frá Íran. Já, það er rétt. Og hann var dómari þar sko. Já, það. Já. Þannig að þegar hann kom hingað þá bara vildi hann verða dómari. Áttaði sig á því að hann þyrfti bara að byrja neðst og hann gerði það bara. Já, svona að vera maður, geðveikt. Þetta líka mér. Okkur vantar líka fleiri dómara. Já, alltaf. Skulum sjá hvað Fjölnismenn gera nú. Ætli þetta hafi haft ykkur áhrif og hafi áhrif á það og fá mark svona í andlitið. Kannski svolítið gegn gangi leiksins. Þetta er ágætt í sendingarna. Matti. Ingvar er með þetta. Matti lýsti þarna yfir engu neyðarástandi. Gísli Helgi snýr sig við. Það er alltaf að fara upp vinstri kantinn núna. Eða hvað? Nei, snúa, koma við hérna megin. Matti. Gunnar, skemmtilegt hlaup. Eitt af þessum hlaupum sem við elskum hann fyrir. Ari. Þarna, gott hlaup hjá Helga þarna, en frábært sending að kalla. Og Kalli upp kantinn og nær hann honum. Já, ég held að hann nær honum alveg upp við endimörk. Og hvað gerir hann? Þegar tegurinn er fullur. Hann gefur á Daniel sem að snýr sig við. Á Gísla. Og Gísli heldur áfram. Missir boltann hann inn í tegnum. En þeir vinna á honum aftur. Katfriðlegur, Helgi, ekki rangstæður. Hvað gerir hann? Hann gefur út í teginn. Nei. Vel varið hann. Já, vel gert. Við lokað
Þarna tók Helgi alveg svakalegt hlaup inn fyrir sem að Viktor sá ekki því miður. Þannig á hann. Daniel Dejan sýnist mér alltaf að taka hotspinnuna. Spurning hvort að Sveinn Gísli taki þetta. Ég held að hann sé óslípaður demantur í tegnum. Stór og fylgir sér. Já, bara glæsilegur öllu. Já, og í læri hjá Sölva, hann gæti lært sitt hvað af honum í einmitt nákvæmlega þessum aðstæðum. Skulum sjá. Ánær. Skulum bara vona að hans ekki að kenna honum pílukast. Ég virt ágættu sögur hérna Víkinni varandi pílukasthæfileika Sölva Ottesen. Ok, og þeir eru komnir hérna hvað 2-2 og hann nær að gefa boltan á Alex Frey og þeir eru alveg nokkur hérna vinstra megin. Hvað gerir hann? Hann leikur á okkar mann og nær boltanum. Nei, þetta var vel gert hjá hann. Hann var nú að mála hjá okkur Víkingu fyrir hvað, 2 árum? Allt sem hann kann lærði hann hjá okkur. Er það ekki? Jú. Allt í góða. Já, þetta er bara til útflutnings. Sprækur hérna. Mjög flottur. Það var flott sókn. Hugrækir, hlaupa bara á menn og taka þá á. Alex Freyr flottur hann. Hann er búinn að ná í, held ég, 2, þetta er önnur eða 3. hotspinnan sem hann nær í. Og aftur er að leikmaður nr. 8, Viktor Oliver Dagur Tollasius. Leit litli sem megin á leikskýrsluna og hann gefur hann út hérna inn í teginn en Viktor nær að skalla þetta frá. Ágætis fyrirgjöf hérna. Negla fyrir. En við náum þessu vel. Já. Danni stefur boltan á miðjunni. Þetta var, Ari með hérna, komdu með hann, eða Helgi hinum megin. Það er svo lengi að þessu þarna, en Ari finnur Ella. Og hann fer tilbaka. Fáum hotspinnu. Þetta var snögg sókn þarna og fyndi að það var 4 mætti með honum. Já, það var smá valkvíða þarna, þurfti aðeins að klappa boltanum. Þessi leikur hefði sennilega þróast eitthvað öðruvísi og spilast öðruvísi en hann væri niður í Vík í kvöld. Það var okkar allavega kalt. Já. Það skulum sjá, ég sé ekki sérðu hver tekur hornið? Ég sé það ekki heldur nægilega vel sko. Búruð er hérna fyrir. Ég sé ekki heldur núna þegar ég kíkir fram fyrir. Þetta er ekki bara Viktor. Nei, þetta var Djuric. Nei, Fjölnismenn komast fyrir utan og koma boltanum frá. Og hann sólar aftur Daniel. Vel gert. Alex Freyr er þeirra besti maður að mínu áliti hingað til. Já, búinn að vera mjög sprækur. Mjög sprækur og flottur. Það er þetta spjald sennilega fyrir þetta. Þarna fór hann í handboltan, hann er kominn á EM. Alex Freyr ákvað að nota alla útlimi til að koma í veg fyrir að boltinn færi út fyrir hliðarlínu. Svo Viktor er ekki beint í tískuskónum. Bara svarti skór, ég fílaði þetta. Sjálft séð í dag. Já. Það er helst hann og Pablo sem eru Old school sko. Karta Klía líka. Alltaf í Copa Mundial sko. Kalli, hann er í frábæru stöðu þarna. Hvað gerir hann? Gefur hann boltan við hann tekur skot, hann neglir, hann ger, já, hann nær að fá markmanni til að verja. Þetta er mjög vel gert. Vel ósáttur við þetta. Já, vel varið hjá markmanni Fjölnismanna, honum Halldóri Snær Georgsinni, hann var vel vakandi hana. Þetta gerði hann oft hann er búinn að spila miklu framar núna í undirbúrstíðinbyrjunni fyrra og búinn að standa sig mjög vel, búinn að vera bara frábær. Og svona, mér finnst hann einhvern veginn að vera ákveðnari, hann ætlar að fara fram meira heldur en hann gerði. Bara aggressífur, ég fílaði þetta. Hláttspillan inn í Sveinn tekur hann niður. Ætlar og Ara gefur aftur út á Daniel. Ætlar hann inn. Já, Alex, títnefndur. Axel Freyr. Axel Freyr Harðarsson. Hann er allt í öllu, en það er hann með númeri 10 á bakinu. Já, það er ákveðin vikt í því. Það er svolítið þannig. Hver er númer 10 okkur? Það er Pablo Puniet. Já. Gangi þeim vel sem fer þarinn. Messi, Pablo, Alex Freyr. Diego. Armando. Harry Kane. Það er smekkt hann. Í hvaða lið er hann að það? Hann er einhvers staðar í Þýskalandi bara eitthvað ruglast. Gunni gerir þetta vel. Vatnavarinn kemur honum inn í, hann er komin inn í teig, gefur boltan fyrir Daniel! Yes! Daniel Dejan Djuric nær að pikka boltan hann upp, koma hann yfir línuna, beint í markið, 2-0 fyrir okkur Víkingum, Daniel Dejan Djuric! Þetta líst mér á. Nú mjútaði Sverrir til þess að hann geti sagt öllum hérna í ömurlega hljóðkjörinu, en ég bara þakki þið fyrir að fengja að heyra þetta sem hengur hérna núna. Þetta kaupir ekki bónus, það er klárt mál. 2-0 eftir 13 mínútur og ég er ekkert viss við viljum fá annan myndatökumann. Heimir er búinn að vera það góður sko. Það er eiginlega pínu skeri.
Hann er búinn að vera frábær. Búinn að taka mynd á tveimur, nú er hann búinn að gleyma sér. En nú gleymir myndatökum maðurinn sér og þurfa að gera skipti. Það er hérna Kalli ekki sáttur við þessa tæklingu þarna en Gunnar Magnús, við bjóðum hann velkominn hérna. Hann ætlar samt ekki að taka við myndavélina alveg strax, hann ætlar að tala eins eins og honum er von að vísa. Já, og Gunnar gerir fátt betur heldur en að tala. Ja, ef hann fengi borgað fyrir orð, þá væri hann milljarðamaður. Það er svoleiðis. Hann og Elon Musk væri bara saman á snekkjunni. Já, og ég. Vá. Það heitir ekki sonur hans Elon Musk eitthvað H eða eitthvað. Alveg pottþétt. Ég held það. En ég held að hann heitir X. X, já, X, já. Allt sem hann gerir heitir X. Þú ættir að hafa þetta þannig, allt sem þú gerir heitir H. Já. Hrafnhildur, dóttir mín. Já. Já, svo Matthildur. Svo hefur þú bara H, þú veist ekki H-á, heldur bara H. Já. Þú veist. Ég kvitt alltaf til posta hérna fjölnikonur í gegn. Vel gert. En Kalli gerir þetta rosalega vel, nær að taka á honum boltan án þess að brjóta á honum. Já. Helgi. Já. Kalli verðist koma í svakalegu standi út úr undirbúningstímabilinu. Fjölnismenn ná að fá innkast og Axel Freyr fyrirgefðu. Lúðuraði Svenni boltan fram, þetta vinnur boltan aftur, miskilningur. Elli fór bara eins og fljóta stað þarna. Við skulum sjá hvað Fjölnismenn gera hérna, þeir eru konur upp að endamörkum og gefa fyrir. Vel gert, en fyrsti maður hjá okkur Víkingum nær að komast á milli. Viktor Höllugur skallar þetta frá og Fjölnismenn hefja sóknum of, flott sending og Sveit Gísli kemst á milli og við byrjum Gísli Gotti, gefur hann á Ella sem var aðeins og Sveit. En Gísli vinnur þetta vel. Já, gefur ekkert eftir. En Fjölnismenn konum með boltan. Staða núna eftir 15 mínútur 2-0 fyrir okkur Víkingum. Kannski verðt að nefna það líka við hlustundur að Gísli Gotti er einmitt Tottenham aðdáandi. Það er svoleiðis. Sérstaklega uppáhaldi hjá mér í liðinu. Sérstaklega þeim sögum, en hann er líka frábær leikmaður. Já, góðum mættum, vel upp alinn. Og að Tottenham maður, það er rosalegt sko. Það er rosa erfitt sko. Ungur drengur, átti framtíðan fyrir sig sko. Já. En hann vill, eins og Arnar, hann vill söffera. Hann vill söffera, búin að vera söffera. Og hefur þroskast vel út úr þessu. Það sendi ekki yngvar, ekki alveg. Eins og Bjarni Fjell sagði oft, þetta er frábær sending frá völlinn, en hún rataði ekki á Samherja. Sem er svona, einhver myndi segja að væri eina forsendunum fyrir að sendingin hafi verið frábær. Ég fílaði það alltaf að Bjarni, hann var alltaf jákvæður. Alltaf jákvæður. Og sendingin getur alveg verið frábær. Þetta er eins og frábær hugmynd. Frábær hugmynd, vel útfært, bara sá sem átt að taka við sendingunum var bara ekki rétt stað. En það er kalt inni, ég viðurkenni það. Hér er mínus eitthvað sko. Það er eitthvað, já. Ég held að það sé ekki mikið hitað upp hérna sko. Nei, það er ekki verið að splæsa mikið hérna í gráinum. Nei. En það er leikmaður nr. 8, Oliver Dagur Tollasius sem að gefa boltann inn á teginn og hann kemst ekki yfir Víkingana. Axel Freyr. Hann vinnur enn eina hotspilluna. Já, hann sækir í þetta. Hann heldur að þetta snúist þetta held ég. Ég myndi jafnvel segja að hann væri sjúkur í þessar hotspillur. Hann er sjúkur í hotspillur. Það er hérna mikið af yngri kynslaðan hérna í kvöld og ætlum ekki að segja það, við séum bara með svipamarga áhorfendur og á síðasta kvennaleik hérna í húsinu. Þetta er örugglega 100 manns hérna, bara geggjað. Jú, það er staðið hérna við öll grindverk og sitið í mörgum stólum, beggja vegna við búrið. En sjáum til, nei, ná skalla hérna en ekki á markið. Sveit Gísli gefur í, en hann er axlaður úr takt. Ari gerir þetta vel. Á matta, neglir fram, en ekki fram hjá Fjölnismanninum. Og þeir fá innkast. Já, ég held að við unnum ekki sennilega í færeska lottóinu þegar við fengum Gunnar Vatnamar til þessu okkur. Jú, við höfum unnið, algjörlega. Við höfum búin að vinna í sænska lottóinu og færeska lottóinu. Mikið hef ég saknað hans. Og hérna, við höfum búin að vinna í alls konar lottóum undanfarin ár. Skaga lottóinu meira sér líka. Hérna albesti sonur Akranes. Hjá okkur stendur og situr við hliðarlínuna, vakinn og sofinn yfir verkefninu. Vill hvergi annar stað að vera. Ég elska svo mikið Gunnar Magnús sko, hvernig heilin okkur er eins sko. Það er svona, hann var að benda mér á kaffibrúsan hans Arnars Gunnlaugssonar. Já. Hvað hann er glæsilegur. Þetta er þessi tískubrúsi sem er að gera allt vitlaust vestanhafs. Það er svoleiðis. Sjálfsögðu okkar maður komið með eitt eintak. Og hérna, það er ekkert, hann flækir ekki málin. Gísli Gotti tekur á rás, snýr við. Lítur upp, sér Viktor sem gefur kvæða á Elling sem sér Ara fyrir fram að sig. Vatnamarinn kom inn með fremstu mönnum. Ari tekur boltan, gefur á Vatnamarinn sem komur upp að endimörkum.
Þarna voru Fjölnismenn velvakandi og náðu að komast fyrir þetta og kæfa þessa frábæri sókn í fæðingu. Þú ert að fara á eða ekki ástingið, en ekki að vera staðfest. Ég reikna með því. Getur þú borðið þann tillögum að koma upp hérna spídeókameru hérna í húsinu? Já. Það var ekki leiðilegt. Það var bara alveg grá upplagt. Er þetta KSÍ sem sér um það? Já, ég held það. Ég veit ekki að hún er ekki hérna, því þetta er Það er kannski að þetta er ekki heimavöllin eins. Já. Bara í veturinn kannski, ég veit ekki. Helgi á vinstri kantinum, Sveit fyrir aftan, Matti stjórnar umferðinni. Viktor fyrirliði gefur á Gísla Gotta. Þetta er fáránlega vel fært þarna, geðveik sending. Aðeins svo nálægt Fjölnismanninum. Hann er boltanum aftur, Ari. Já, nú erum við búin að ná fullum tökum á þessu leik. Það er taktur í þessu. Það sýnist það sko. Karl. Já, kemur út á Ara. Yfir. Ari er eldfljótur. Finnur Gísla en missir boltan frá sér. Þá er nú Fjölnir 1 á móti 1. Hvað gerir hann? Hann tekur á rás og við erum konir 4 fyrir aftan boltan. En það er einn hérna alveg frýr 7. Alex Axel Freyr þarf að snúa við. Fjölnismann sér 7 en of seint. Já, það er ekkert meiri áttur að vera einn sóknarmaður frammi og svo stendur Matti. Matti þarna, nei. Það er ekki meiri áttur. Það er auðveldar að stoppa bara og snúa við. Já. En þarna ríður á að bara sýna hugrekki, láta vaða. Og svo Írikur gerði þessu helgina, hann bara óð í gegn. Jú, það var flott mark hjá hann. Nú skulum við sjá, Fjölnismenn byrja að sína sóknaruppbyggingu. Fara upp hægra megin, Axel. Það er að stinga honum inn fyrir og það tekst ekki. Sveit Gísli skýrir boltanum alveg út fyrir. Þarna sést hvað hann er sterkur. Hann er svona rassbyggður eins og McGinn. Ég kem því alltaf að. Hvað sé hann svona? Já. Hann er rassbyggður eins og McGinn. Ef að menn væru almennt svona duglegir í að beita afturendanum eins og McGinn, þá væri veröldin betri. Já, sammála. Sest niður á hælana, rekur út afturendan og ekkert gerist. Það kemst engin neitt með það. Ekkert. Daniel inn á miðinni, fyrir boltan, fær hann ekki. Gísli Gotti kominn aftur. Og Ingvar lítur yfir völlinn og tekur stöðuna. Hvað ætlar hann að gera? Nú er pressan aðeins minni hjá Fjölnismönnum. Þeir eru aðeins fattar að detta tilbaka, gefa okkur tíma til að bera boltan upp. Það er að bjóða okkur aðeins upp núna en eru samt tilbúinir í pressu sem mér. Gunnar finnur Viktor. Matti og við byrjum aftur. Sveit. Kalli, nei, þetta var aðeins og þetta var frábær sending en ekki á réttan stað. Já. Sjáum hvað Fjölnismenn gerir hérna. Færa boltan ágætlega á milli sín. Mjög vel og 7 er öskufljótur. Mjög flott sendingin á miðuna og hvað gerist? Nýjan gefur flotta sendingu aftur út á kantinn sem ekki alveg nógu gott. Og enn hótspyrna. Já, það er hótspyrna. Þetta er 4. eða 5. hótspyrnan sýnist mér. Það er komið veðmála skandall á morgun. Leikmenn Fjölnis og Víkings veðjuðu á hotn yfir undir 200. Já. Þetta er bara 7. hotnið eða 7. Já, það er 7. held ég. Við erum búin að fá 1 hotn. Nei, 2. 2, ok. Já, sikkur með rétt. Gleymum því ekki. Nei. Nú er spyrnumaður Fjölnismanna. Góða spyrnur hjá honum. Þarna kýldi Ingvar í matta en það skiptir engum máli. Ari þarna vel gert. Þarna var við keldur. Ekki að koma á boltanum á samherja. Fjölnismenn á boltanum og hvað gerir áttan? Hann reynir að fá hotspinnu, mistekst. Helgi, Daniel, nú komum við upp vinstra megin og hann leitar inn á miðuna og hvað gerir hann? Hann gerir þetta frábælega. Gunnar Vatnar var hérna hinum megin, Ari tilbúinn fyrir framan hann og Ellingurinn á miðunni, Ari fær boltan og Gunnar hleypur upp í hornið, óelappar á hann, hættir við. Ari er aleinn. Gunnar Vatnar var komið með boltan og Ari gefur hann fyrir, hann neglur hann fyrir boltan, fyrir markið. Kalli aðeins og hátt fyrir Kalla. Gísli kemur hérna. Gísli og hann er komið upp æðumörkum og gefur hann fyrir en slakur bolti. Fjölnismenn komast fyrir þetta og Matti, hvað gerir Matti nær þessu? Vá, þetta var alveg meiri háttar að fá þennan gæsi maður. Það var geðveikt. Það var rosalega vel gert. Þetta var beint úr smiðju Ólafur Segráð. Það var bara svoleiðis og leikmaður nr. 9 Máni Austmann Hilmarsson. Þarna fekk hann að finna fyrir. Fann að finna fyrir reynslunni. Vá. Þannig voru bara 400-500 leikir sem lögðust á hann. Já, það var bara svoleiðis. Herðu, frábær fylgju. Fer ekki fram fyrir fyrsta mann Fjölnismanna.
og við erum það eftir vantarlega innkast. Þetta er leikur sem að Já, fór upp. Já, það var uppkast til að dómarkast. Ég held, já, og ég held að Fjölnir fóði boltan og neglunum til okkar. Ég held að sé þannig. Já, ég held það. Nei, þeir fá bara boltan. Jú, hann neglur hann bara. Þetta eru geggjaðar reglur sem ég aldrei skilji. Það sjáum við Arnar. Hann Hann er með húfu, það er kalt inn inni og hann er gáðari nýjan Arnar Gunnlaugsson, hann er með húfu. Ég held ég væri að fara að sitja hérna í 13-15 gráðum, en svo er ekki. En Ingvar lætur trufla sig ekki neitt og finnur Helga hérna á miðjunni. Helgi er búinn að koma mjög vel út úr þessum undirbúningsleikjum líka, búinn að vera mjög sprækur. Mjög flottur. Gaman að sjá hann að skora og leggja upp og bara svona almennt séð alltaf í spilinu. Já, og heldur bara áfram sinni frábæru vegferð. Þetta, vel gert þeir. Fyrir honum er ekkert annað en jákvæðir sviðsmyndir. Já. Það er rétt þeir. Maður gæti bara, eftir nokkra leiki þá getur maður að fara að lýsa jarðskjálftum. Ég held það. Ég held að bara komin í þetta. Gísli Gotti gefur á matta. Ari alltaf tilbúinn til þess að fara að hlaupa inn fyrir. Já. Þetta geðveikt Gunnar. Hann er ekki ástæður. Aldrei, nei! Það var hérna miðjumaðurinn. Ég kallaði þetta, við kíkjum át í varinu. Já, við sjáum til, en eins og einhver sagði, það er engin leikur án dómara, við verðum að gefa þeim respekt. Þeir eru líka í undirbúningstímabili. Ég vil nú gera svona bóli eða hettapeysur, engin dómari, engin leikur. Já. Engin dómari framan á, engin leikur aftan á, það er geggjað. Já. Það er mókselest. Góð sendingarnu kann. Þetta var ekki rátt, það var ekki rángar hana. Bítu. Og nær hann þessu? Nei, ég myndi nú dæma á þetta. Gísli Akramsar hérna og dómarinn sér ekkert að þessu. Ég ætla ekkert að... Ha? Og Ingvar er að koma núna með boltan hérna upp. Gísli Gotti. Vel gert, þetta var snyrtilegt. Þetta myndi mann á Axel, já, og Daniel nær honum. Spóla tilbaka. Þetta myndi mann á ungan Luka Modric þetta á miðjunni. Gunnar tekur svo rólega. Finnur Sveinn Gísla. Sveinn Gísli er örfættur og er með góða sendingar og virkilega góðan skotfót. Ég var alltaf að sjá hann skora eitthvað í sumar. Sending hérna inn fyrir nær þessu. Nei, hann er vel vakandi maðurinn í markinu. Maðurinn í markinu. Maðurinn. Fjölnismenn þessu. Já. Leysa þetta ágætlega. Segir 25 mínútur liðnar og við erum ennþá 2-0 yfir, 2-0 fyrir Víkingum. Mörk frá Daniel Dejan og Helga Guðjónssoni. Fjölnismenn hérna að spila hægra megin. Frekar metnar mikil sending. Ingvar tekur bara boltan með sér. Hann er bara svíper sko. Helgi aftur á Ingvar. Já. Erum við með 12 inn á vellinum? Þetta er bara að sé þannig sko. Það er náttúrulega fáránleg forréttindi að hafa Ingvar Jónsson í markinu og að fengja að njóta þess að hafa Dotta með honum öll þessi ár. Sem er og var og er kannski ennþá Fjölnismaður. Já, í hjartanu. Já, hann ólst upp hér í Fjölni. Þetta er vel leyst þarna. Frábært. Ég var að reyna að rifja upp hérna á leiðinni hvað eru margir sem hafa eigum svona sameiginlega leikmenn sem hafa spilað fyrir bæði lið. Já. Og það er Þórður Ingarsson náttúrulega, Dofri Snorrason og hotnamaðurinn Axel Freyr Harðarsson sem er að fá sitt 12. hotn í dag. Já, og kannski og enginn hjá okkur núna sem að hafa verið í Fjölni. En Birnir Snær Birni, okkar besti, sem er að fljúga heim núna í Já, í dag eða ekki, hann er að koma heim frá Heldur hann takki Tollið með sér? Hann má koma Toll. Hann ætlaði að kaupa þetta fyrir mig, sko, fyrir gjöf. Hann lítur að koma hérna í Egilsvöllina með Tollin. Það lítur að vera. Það er eina leið. Hann getur ekki drukkið þetta allt einn. Fjölnismenn gefa hérna inn í sendi. Já, vel gert. Hann náði skalla næstu því á markið, en ok, allt í lagi, vel gert. Ari býður sér hérna. Og fær boltan frá Ingvari og hann setur ekki í fjórðagír, gefur tilbaka væntanlega, en flott. Gerir þetta vel aggressífur þarna varnarmaðurinn. Og við erum búin að ná fullum tökum. Mér finnst eins og við séum alveg með fulla stjórn á þessu. Þurftum að það fyrstu 5 mínútur aðeins að ná áttum og svo bara datt þetta inn og nú fer þetta held ég. Kalli komin í góða stöðu. Helgi fær boltan. Frábær sendingi á Kalla. Hvað gerir hann? Skjóttu bara drengur. Það gefur hann fyrir, þar er enginn. Jú, Ari. Og vel gert næstu því. Og Viktor, takk skjóttu bara. Já. Takk með vinstri þá. Vel gert. Við fögnum því þegar menn skjóta markið. Helsta umhverfinu efni okkar á IL-leiknum var skortur á skotum.
Já, bara láta vaða, Já. þetta allt í lagi. Hérna allt í lagi að vaða því að boltinn týnist ekki. Nei. Hann fer ekki neitt. Bensi verður ekkert brjálaður. Nei, hann fer bara í vegginn og kemur tilbaka. Arnar segir þeim að spilin í hálfsvæði. Ég fylgjandi því. Já, ég er sammála. Það er sko svo góður maður staðinu svona. Það var mikil gæfa fyrir okkur að fá hérna Arnar Gunnlaugsson í liðið. Og þarna mátti engum muna Þetta var líkamsárus. að þarna væri Þetta var- áhorfandi höfðunni styttri maður. Þarna var lögreglumál í uppsiglingu en menn sluppu rétt fyrir horn. Ég nefnilega gerði þau mistök alltaf þegar ég var að leika mér í fótbolta þegar ég var yngri. Ég var alltaf í heilsvæðinu, ég var aldrei í hálfsvæðinu. Já, einmitt. Fekk aldrei boltann. Það er ótrúlega leiðilegur misskilningur. Ég var ekki búinn að átta mig á Vá, þessu. það er leiðilegt. Já, Bjössi kemur- Bjarnars var ekkert mikið að tala um hálsvæðin við okkur, sko. Nei, hann var ekkert að, hann bara með negla fram og, Já, bara skora. skora, já. Já, skora fleiri mörkin hinnir og það var gaman. Það snýst svolítið það, sko. Gunnar hérna komin í hægri bakverðin. Daniel býður sig, fær boltan. Og neglir honum Ágæti upp í sendingar á hornið. Ella. Og Ella geggja, tekur vel að móta honum boltanum, snýr við og gefur áfram á Ara sem kemur boltanum fyrir, ekki fyrir. Þetta var góð hugsun en við fáum þá væntanlega hotspinnu, já. Það var vantilega haft samband við framleiðanda vallarins á morgun til þess að leysa álægið á hotnsvæðin í þessu leik. Það er Já. búið að bara vera ég hvet eitthvað sem er að horfa á leikinn sem hefur talið hotn að bara spóla tilbaka og telja það Við fyrir erum okkur. að fá einhvern almennilegan hotnamann til þess að laga Já. hotn. Þetta er sko, já, það eru forréttindi að fá að vera hérna. Þannig kemur Og- Viktor og fær boltan úti. Já, Það glemdist komur hann. inn í tegin og hvað gerir hann? Gefur fyrir og fær Og annað. annað hotn. Og aftur er það alveg Axel Nú ætla Freyr ég- sem gefur hotnið. Nú ætlum ég bara að fara á ákveðna síðan til bett í þessu vegi hérna. Gáðvægt að setja eitthvað hotn hérna í þessu leik, sko. Já. Þetta er ekki hægt svona, sko. Það skulum sjá hvað þið gera, boltinn kemur núna inn fyrir og nei, við náum honum ekki. Jú, Gísli. Jú, geggjað mark á Gísla, Þetta fyrir full Gottskálk swing, sko. Þórðarsson, 3-0. Tekur boltan á fleygju ferð viðstöðulaust og neglir honum í þaknetið. Sagði þér þetta, Tottenham tengslinn þetta var svo ungur Harry Kane. Þetta var bara svoleiðis, þetta var bara út af því að hann heldur með Tottenham, við vitum þetta. Það er bara svoleiðis. Það er svolítið. Maður verður að segja hlutin eins og þeir eru. Stórkostlegt, við erum að skora þetta mark á 10 mínútna fresti að meðaltali, fögnum því. Vonum að Gunnar Magnús hafi náð að koma þessu frá sér í mynd. Þannig að Lundi Sverrir að segja áfram Víkingur. Já, nú svona ætla ég að fara aðeins að tóna þetta niður, við erum búin að fá smá Já, svona hint um það að þegar það er komið svona 4-0. já, þá var maður aðeins að hægja á sér. Já, Já, ok. svona ef að andstæðingurinn er kannski, Ég sagði, tala um þetta á Arnar um daginn, hann er ekki sammála, sko. Hann Nei, vil bara ég- fara all in og já, bara ég fíla þetta, sko. Já, ég er svolítið þar sko. Þú ert líka, þú kannt að vera báðan megin. Já, svona, veist, Góð hugmynd. þetta var frábærlega vel gert, næstum því, þetta var góð sending. Já, einmitt, Gunnar Magnús Sverrir, daginn, 10 mörg, sko. 10 mörg sko. En þá svona þegar það komið svona 7. markið, Já. þá svona segir maður, já, Mark Víkinga Mark skoraði. Víkinga skoraði. Við vorum úti allir einmitt, alveg eins og í kvöld. Já, það er nú mjög svona skrítið að kalla þetta útivöll, þetta er eini innivöllurinn sem er í boði. Já. Ha? Hvernig getur Þessi við var þetta kallað- lengi á leiðinni. Þetta er engin útivöllur, þetta er eini innivöllurinn sem við getum, neða, fyrir utan kórinn. Matti gerir þetta annað frábærlega. Svo náttúrulega líka Miðgarður, hann er ekki löglegur. Nei, Það er ekki þannig. hann er, en já, við erum á útivelli, inni. Vittu við sendingina þetta, Ella, Næstu því góð hugsun. Þetta kemur næst og leikmaður nr. 14 hjá Fjölnir nær boltanum á hægri kantinum og hvað gerir hann, lítur upp og neglir honum fyrir Já, skýtur í kant. og sjö nær honum hinum einn og þeir fá annan séns og hann lítur upp og 17 tekur boltan og já, þeir taka hann boltan á þetta, ákveða að fara eitt ring, Takk eitt Kæró. eitt Kæró. Svo ekki Júkin líka, er það ekki sagt ennþá? Já. Júki og Kæró, ég veit ekki hvað þetta þýðir. Nei. En þeir gulu vel spila spilað mjög vel og hvað gerir Axel? Hann er komin inn í teig og ætlar hann að fá hotspinnu? Nei! Hann gefur út boltan út sem einhverju sem neglir honum inn í teginn en Víkingar komast fyrir þetta. Ari gefur hann á miðuna, veit af Ella þarna. Sendingin aðeins honum. Heyrðu! Shit, þetta hefur örugglega verið minna en meiri áttur að fatta í sig. Já, þrusu skot frá Júliusi Mar Júliusinni.
Þurfum að fá að sjá tattooið hans, nýja tattooið hans Viktors eftir leikinn. Er hann komið tattoo? Já, select tattoo núna eftir hennar bolta. Já, svoleiðis, já, Reymannar. Frábært að fá þessu. Matti. Viktor lítur upp en róar þetta aðeins niður. Og Arnar sko, svo stáðan þegar Helgi gaf hann inn í þetta á. Já. Þá var Arnar mjög óánægður. Hann sagði ekki strax. Já. Hvað? Já, Hvað hann gera? Svo einhver skorar það bara ekki strax. Ekki strax. Nei, þetta er allt í prógraminu. Þetta er ekki, hann er ótrúlegur maður. Ég var til að fá að komast inn í hausinn honum í korter sko. Já, þú myndi sennilega fá bara slag. Já. Ég held að sé ekkert þarna inni, ekkert. Nefnum fótbolti. Já, sálega. Allavega þegar hann er að hugsa fótbolta, það er ekkert sem kemst að. Ótrúlegur fótboltahili. Það er einhver þekking hana. Já. Kalli snýr hérna við boltan. Hann er hann minnst það bara okkar besti maður undirbúrstíðanbyrjunni. Hann neglir fram og ætlar að fá boltan aftur. Hvað gerir Helgi? Nei. Ekki strax. Kalli býr til pláss fyrir hann. Sjóstu? Já, Sveinn Gísli á vatnamarinn og Gísli Gotti, hann kíkir upp og tekur erfiða sendingu. Allt í lagi að prófa þetta, allt í lagi. Það er þessi leikir sem maður á að prófa svona. Komast að því þetta virkar ekki. Axel tekur hælinn á þetta. Kemst upp með það. Eða hvað? Nei. Jú. Gísli aðgangsarður þarna, dæmdur brotlegur. Ahmed Slær. Blæs í flautu sína. Fjölnismenn fá aukaspyrnu. Þeir eru þegar búin að taka á sínum einu vellarhelmingi. Leita hérna til vinstri svolítið. Ég þarf að finna Dagur Ingi Axelsson. Ég hrifna honum, það er númer 7. Hann er öskur. Sprækur maður. Hann er líka 22 ára. Maður var sprækur þá sko. Já, það er alveg rétt. Svo þegar hann verður 43 ára, þá getur hann hringt í okkur. Já. Hversu sprækur verður þá? Erst þú há, segir maður þá. Sprækur? Já. Herri, hvað gerir Ari hérna? Ari lítur upp, snýr við. Þetta er mitt. Þarna er Ari hefði keyrt þarna inn en nú á að gera eitthvað annar. Já, nú gerir eftir tími sko. Nú þurfum við aðeins að þreyta þá, færa þá úr stöðum. Þetta heitir hérna ekki strax kerfið. Já. Sjáum hvort Ari fái leyfi. Nei. Það kemur aftur Ella. Og Viktor. Batteri segir Gunnar Magnús. Það kemur mér nú mjög ávart en þess að myndavél er í sambandi við rafmagn og nýr sambandi. Meðan þeir velta fyrir sér vandamálum við myndavélina þá reynir ég að halda dampi hérna. Þeir gulu er að reyna að komast fram fyrir okkur víkingarna hérna og negla fram. Þar er Karl Freyleður sýnist mér með þetta allt á hreinu. Og þó, nei. Jú, hann er sterkur. Já. Gefur tilbaka á Ingvar sem tekur fallega á móti boltanum og neglir honum með vinstri á Gísla. Sem kemur boltanum áfram á Elling. Þetta er vel gert. Elling sterkur þarna, brotið á honum og vel dæmt. Ég fílaði þetta, hann hélt honum þarna. Júlíus Mar, aðeins svo sterkur. Fjölþreifinn mjög. Já. Hann gat ekki haft hendurnar af okkar manni. Nei, sjúkur í hann. Ef ég væri inn á vellinu var ég núna alltaf með hendunar í Ella sko. Ekki spurningu í þessum búning. Allan dag. Grínast. Og hvað þá því næsta? Það verður erfitt. Já, næsta búning, já, hann verður rosalegur. En hann er bundinn miklum trúnaði, við getum ekki talað um hann, en við vitum bara að hann verður rosalegur. Það verður náttúrulega næsti búningur, við getum sagt það. Já. Og við verðum í búningum í sumar. Klárlega. Danni býður boltan. Og hvað gerir Ellingur? Hann nær honum yfir á Ara. Danni hleypur. Ari gefur tilbaka á Ella sem hugsa málið og Ari nú er svolítið mómenti farið sko, eða hvað? Já Fjölnismenn á boltanum Mattías í bakinu á honum. Já, þetta er sanngjarnt, hann var ansi aðgangsarður þarna. Við getum ekki beðið þetta hinum megin og kvarta svo hinum megin völlinum. En hérna, gaman að sjá Danni og Ari eru allir agaðir. Danni kom þetta bara svo okkur viltur hestur, brjálaði, ég elskaði það. Sólaði alltaf. Já, skaut frá miðju og allt vitlaust. Og datt alltaf. Datt mikið, datt töluvert. Þeir eru agaðir. Það var Daniel Datan Djuric. Og þá kemur Ari nær honum, eða hvað? Já. Jú, finnur Viktor og nú er Daniel og Elli. Daniel, og nú máttu taka skotið. Nákvæmlega, laglegt. Daniel Dejan Djuric. Góðan daginn. Það var ekki að bjóða okkar manni þetta tvisvar. Við leiðum honum þetta. Já, við sögðum þetta, við köllum þetta. Þú mátt taka skotið, segi ég. Og hann lét ekki bjóða sér það tvisvar. 4-0 fyrir Víkingum núna eftir 38 mínútur. Við erum komin undir mark á 10 mínútur resti. Er ekki Daniel komið með 2 mörk? Ég veit það. Ég veist ekki, ég bara verði alltaf svo stressaður á leikinn. Daniel Dejan með 2.
Gísli Gotti með 1 Já. og Helgi Guðjónsson Helgi með 1. Guðjónsson, jú. Stemmir. Sverrir alltaf tilkynir þetta núna í kallkerfinu. Kallkerfi góða sem að sennilega við vorum að döga með síðast ef við fundist hérna í sölu varnarlegsegna. Þetta elsta kallkerfi, þetta minnir á flugvallakallkerfi fyrir það sem heyra það. Og vantar bara eitthvað sem að segja að flugurinn frá Miami sé að fara að lenda. Þetta ótrúlegt kerfi sko. Hvað gerir fylgnismenn hérna? Sáspræki. Já, séu hvað hann hleypur. Hann hleypur rosalega. Hann er viljugur. Matti hérna Kemst upp að endimörkum. Matti reynir að hægja á honum. Þessi ungi gefur hérna fyrir og... Kalli mættur. Kalli allstaðar, hafði nýja nafnið hans. Kalli allstaðar, já, nákvæmlega. Hann var boltinn aðeins of lengi á leiðinni. Já, en að senda svona stungusendingu á Matti þarf að elda sko, þetta er eiginlega svona elder abuse sko. Þetta er svona ábyrgði gegn eldur sko, já. Já, þetta er ákveðin tegund ábyrgði og við erum ekki... Við viljum það ekki hér, nei. Það er bara ekki okkar tefbolli. Ekki okkar tefbolli sko, alls ekki. Það er mjög öguð framistæða móti Fjölni í dag. Það er ekki verið að gera eitthvað flip hérna í dag sko. Nei, ekki mikið af því. Nei. Það er líka bara munur á liðinu núna heldur en á móti IR maður. Er það ekki bara heiðalegt að segja það? Jú, algjörlega. Það er hérna þéttara og vel gert hjá Matta, hann lesi þetta eins og ofna bók. Og Viktor, hvað gerir hann? Hvorum megin fer hann? Hann snýr tilbaka. Vatnamarinn. Gísli, mér veist líka Gísli vera flottur, hann er hérna svona orðið meira svona commanding. Já, hann er bara búinn að vera mjög góður. Þannig að kemur Helgi Gottlieb, hann fórnar höndum og ég skil hann vel maður, djöfull, hann var galopinn. Já, frábært hlaup sem hann tók hann úr djúpinu. Nú veit að fá hreyfingu, nú veit Arnar fá hreyfingu og ég er sammála honum, það er betra að fá hreyfingu. Það er svolítið kalt hérna. Það er kalt sko. Og bara í hálfleik þá verðum við að redda okkur kaffi. Ég þarf að redda mér sko ykkur á nefið. Já, það er aðeins farið að leka. Sjá, og neglir Viktor fram og... Þú þorðir ekki að segja frábær sending, þetta var frábær sending. Og Ari nær honum eftir flikk frá Ellingi. Það koma Helgi og Kalle fjær. Og hann neglir inn og hvað? Nei. Fjölnir kemst fyrir boltan og... Já, þú kemur ekki boltanum svona öðlar fram hjá Vatnaðum. Það er því miður þannig. Dagur Ingi hann sá grænan vellin fyrir fram að sig og ætlaði að rjúka fram hjá Vatnaðum. Það er ekkert grín. Fyrir ykkur sem eru að horfa á leikinn hérna og viljið ekki vita stöðuna í leik Íslands og Þýskalands, þá myndi ég að slaka á hljóðinu næstu 3 sekúndurnar. En við erum bara, það er bara eins manns munur hérna Sverrir í hálfleik. Það er bara hálfleikur og 11-10. Það er alveg hálfleikur. Vel gert. 11-10 fyrir Alfreð Gíslasyni á móti Snorrasteini. Skrítið að vera þjálfari landsliðs og vera ekki á Íslendingu sko, spila um Íslandi. Hvernig sjáum við hvort að Dagur Eismann ná að þessum. Þetta var eldfljótur. Hann er dæmdur rangstöður og sem betur fer því að hann varð ekki... Nei, sjáu þið Matta, hann fór að grípum aftanvert lærið þitt. Ég vona að það sé ekki alvarlegt. Það er ekki það sem ég vilja sjá. Nei, ég vona að það bara hafi verið kækur svona til öryggis. Maður gerði þetta í gamla daga sko, þegar maður náði ekki lengur. Svo bara allt í betri núna, í betri. Já, af því að það var dæmt. Já. Ef þetta hefði verið markað og sagt ég fekk eitthvað tak. Já, ég þarf að fá skiptingu. Þetta er strategíst. Þetta er svokalluðu strategísku meiðsli. Matti er náttúrulega nokkur leikjum á undan okkur flestum sko. Já, eiginlega bara fullt af leikjum á undan okkur. Einhverjum 400-500 leikjum. En þarna var smá misskilningur. Þarna var einhver mistök í þýðingu. Milli Kalla og Helga. Já, en Fjölnir, já, það er ég sama, bara um að sjá allir þessi liði neðri deildur fyrir neðan okkur spila og þau eru öll að spila eins. Það er bara að vera að spila fótbolta. Ég elska þetta. Engin tuttaskapur, ekkert vesen, bara góður fótbolti og skemmtun. Magnað. Og Fjölnismenn tökum á boltanum á miðinni og negla honum út til hægri. Þarna voru þeir komin í frábæra stuði, 5-4. Aðeins og fastur. Þarna, ef ég var þjálfari Fjölnismanna þá hefði ég mist vitið á þessu móti. Hent frá þér klippbortinu. Já, ég satt bara í nennu sig. Já, farinn. Farin heim. Tekið húfuna á hendinni í grasið. Já. Tekið húfuna af Arnari og hendinni góðum sko. Já, og þennan fína vassbrúsa frá Stanley. Já, ég veit ekki sko, mér langar svo að vita hvernig heilin á Gunnar Magnús virkar. Ég sá hann að laga hann að brúsa sko. Þú varst að tala um hvað það væri áhugavert að fara inn í heilan á Arnari. En hvernig haldið það sé að vera inn í heilanum á Gunnari? Það er bara, Gunnari Magnús. Það er svo mösk, það er hvirfilbylur. Það er hvirfilbylur, onni hvirfilbyl. Já, ég tek þín orð fyrir Gunnar minn. Já.
Við trúum þér. Við bara trúum því að það sé ágætt að vera í þínum haus og verður þar bara áfram. Frábær. Það er bara besta við hópinn okkar í Vík. Það eru allir sín eigin típa þarna. Já. Þetta var ákveðið mark þarna. Hann náði hann að skalla inn í markið á hliðarlínunni. Telst þetta með? Þetta er svona 30% marki. Ef við gerum þetta tvisvar í viðbót, þá kemur mark. Já. Þannig að svona ef þetta var í jafntefli þá vinnur Fjölnir sko. Já, svona er þetta á æfingu með Borussia Dortmund. Það eru mörk út allt. Já. Alltaf mörk. Já. Alltaf að skora. Alltaf að skora. Já. Björn Bjartmarsson hafði þetta að hafa það þannig. Já. Bara að hafa mörk út allt. Það snýst að skora þetta ekki. Viktor mjög sterkur. Sér að Ari aleit undan kantinum. Myndi svo vilja fá boltan neldan Díagon allt yfir. Gæti við að Ari sé að taka við að bytta sem svona hárgreiðsli kongur. Hann er komið með svona efni við í það sko. Já. Nú held ég að við séum bara að spila út hálfleikinn. Já. Já, kom hann að sending og hvað gerir 17? Hann gefur tilbaka og Ari eldir. Já, þetta er allt í lagi. Þetta er allt í lagi. Aldrei þó Bensen ber upp boltan þeirra miðvörður. Markmaður fær boltan á sig á 7. Dagur í Dagur Ingi, alveg frýr hinum einn. Dagur Ingi Axelsson, já, hann er alveg upp í Fjölnir. Kemur í gegnum þetta Vængir Júpiters, þessa blöndu þarna, venslaliði. Já. Mér finnst þetta skemmtilegt. Ég held með þessu manni núna að því að hann kemur í gegnum þetta kerfi. Ég er mjög hrifinn af þessu kerfi. Já, frábært. Heldur leikmönnum í klúbunum lengur. Nú alveg að detti 45 mínútur, venjulegur leiktími að líða. Og nú ekki miklar tafir held ég. Nei, það verður bætt við. Ahmed er farin að líta á klukku sína. Já, hann flautar af. Gísli og hann er komið með flautunum upp í sig og það þýðir bara eitt. Það er búið að flauta til hálfleiks, staðan 4-0 fyrir Víkingum. Daniel Dejan með 2 mörk, Helgi Guðjónsson með 1 og Gísli Gottskálk með 1. 4-0. Nú ætlum við að taka okkur smá pásu og sjá hvort við fáum okkur ekki eitthvað heitt í kroppinn. Ég held við verðum að gera það. Ég held það. Sjáumst þetta smá. Takk. It's the loneliness
die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Get back, get down, pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high, don't go screaming if I blow you with a bang. Ah, Suki Suki, I'm coming in the Cherokee gasoline. There's steam on the window screen, take it, wheels bouncing like a trampoline. When I get to where I'm going, gonna have you trembling. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Yeah, back it, yeah, pull up to the bumper game with the signal. Cover me, cause I'm changing how to handle on it. My life, but I broke it. When I get to where I'm going, gonna have you saying it. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging. Get back, get down, pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high, don't go screaming if I blow you with a bang. Going on to bitch, I'll see for a million. Accelerating fast, I could do this in a second. Looking in the rear view, swagging, going swell. Leaving boys behind, cause it's legal just to kill. Shift gear, automatic, damned if I do. Who is gonna stop me when I'm coming through? What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back, get down, pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high, don't go screaming if I blow you with a bang. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging. Return to the Mac. Get it, what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT. This shit hustling, chasing dreams since I was 14 with the 4-track bustin'. Halfway across that city with the back question. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels
people's out here. Now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Here we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Here we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Now, can I kick it? Thank you. Yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I gotta eat it within my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark week. Till I go up, gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. See some. Nei, það ekki þannig, Sverrir, að hamingjan sé ský eða blekking. Nei, hún býr innra með okkur. Við erum bara að upplifa þetta hérna í beinni útsendingu hamingjana. Nákvæmlega. Fögnum því. Við fögnum því mjög og erum glaðir og hamingjusamir. Við byggjum ekkert mikið, ég og þú, Sverrir. Við viljum bara heitt kaffi. Fengum það hjá glæsilegum starfsfólki World Class. Já. Þetta er ekki sponsað. Nei, við erum að borga þessu fullu verði. Já. Og við erum bara glaðir hérna á útivöldi hamingjunar, hérna sem er innivöllur. Við getum kallað þetta sko, þetta er útivöllur en er inni. Þetta er innivöllur hamingjunar. Já, ég held þessi máli. Við erum svolítið eigum Laugardalsvöll líka. Og mér sýnist við Fjölnismenn gera tvær breytingar, inn á koma leikmaður nr. 3, Reynir Haraldsson og sjálfur leikmaður nr. 29, sjálfur Guðmundur Karl Guðmundsson sem jafnframt verður fyrirliði. Ég sé ekki alveg hverjir fara út af, sjáum til hvort við finnum það út í rólegheitunum. En Víkingar gera líka 3 breytingar hjá sér, inn á koma leikmaður nr. 12, Halldór Smári Sigurðsson, leikmaður nr. 23, Nikolaj Hansen og leikmaður nr. 10, Pablo Puñet. Þetta við varum að ræða þetta hérna löpum að útsendingabúrinu, hvað þetta væri nú fáránlegt að sjá þessar skiptingar koma inn á í hálfleik. Já, þetta er ekki alveg sanngjarnt sko. Þetta er ekki alveg sanngjarnt og ég veit ekki, mér sýnist allavega að Vatnamærin hafa farið út af hjá okkur. Gott ef ekki, við höfum sýnist Elliðan þarna, Helgi líka. Já. Býtum við Ari farin út af. Ari Sigurpáls er ekki lengur inn á. Sigurpáls, rétt. Og Matti er farin út af. Matti Vilhjálms, já. Og hérna þá erum við bara tilbúinir í seinni hálfleikinn. Vonum að grænlenski myndtökumaðurinn okkar standi sér betur í seinni hálfleik. Já, það sé ekki að vera kvart yfir einhvernum batterísleysi. Nei, eins og vill að fá kaffi í hálfleik, þetta er náttúrulega algjör vitleysa. Já. Sæði þetta eitthvað takk fyrir kaffið. Þetta er náttúrulega, við getum ekki gengið stoltið frá þessu borði. Við bara klikkum tökum þetta algjörlega á okkur. Já, við erum hérna þríeyki, við erum tríó. Ég skammast mín og ég tær, sko. Já. Og ef ég væri ekki svona siðblindur, þá myndi ég sennilega bara skammast mín aðeins meira. Já. Hún fá að njóta þess að sjá Daniel Dejan Djuric hérna nálægt okkur. Og það eru Fjölnismenn sem byrja með boltann, sem er eðlilegt því að við Víkingar byrjuðum með boltann í fyrirhálfleik. Og Ahmed flautar og ég hitt á takkan. Ég glýndi alltaf sjálfsögt á takkan í mér, en það er allt í lagi. Það er allt í góðu lagi. Það er gott, við erum svo heppnir að það er enginn að horfa. Við getum gert það sem við viljum, sagt það sem við viljum. Ef það væri svo gott. Ef það væri svo gott. Við skulum sjá. Sendingarnir það gerir Axel vel en Svenni ennþá betur. Ennþá betur, frábært. Pablo Puñet missir boltann þarna en Daniel. Daniel tekur hann, skilur hann eftir fyrir Gísla. Helgi fær hann hérna upp vinstra megin og hvað gerir hann? Nikolaj hleypur inn í teginn. Helgi ákveður að snúa við. Ekki rétti tíminn. Ekki strax. Sjáum hvað Gilli gerir hérna. Pablo notar eitthvað tákmál til að tala við hans aðstunda. Já. Pablo talar tungum. Það nýtt námskeið. Þriðjudögum. Er það undan eftir svefnnámskeiðin hans? Já, hann er í alvörunni í því, sko. Já, það er svoleiðis. Þessin er eins og standi, maður. Já, alltaf svoandi. Hann er bara í steinsvoandi.
Pablo talar tungum og sefur. Yngvar gefur á Viktor sem snýr tilbaka og gefur aftur á Yngvar. Mér sýnist Fjölnismenn alveg hafa fallið frá þessari hugmynd að pressa okkur stíft. Það er búið að breyta vörninni mikið. Halldór Smári með langan bolta sem hann gengur ekki upp. Mátti engum muna samt að þeir hefðu ekki reddað sér. Helgi pressar þetta nógulega. Þarna ætlaði Axel að taka hann á með kloppanum sínum. Með sjálft séð léleg sending frá Pablo Puniet. Ég held ég bara aldrei séð þetta þar. Vel gert. Nikolai, Daniel, Pablo. Og Viktor. Og Kalli hleypur inn fyrir hægnaboltanum. Já, frábær sending. Og hann tekur hann í fyrsta inn fyrir og næstu því á Nikolai. Helgi eins og gammur. Þetta er svo spræki. Þetta er sjöfinn, Dagur Ingi. Halldór Smári, kannski köllum hann ekki sá spræka í dag. Nei. En hann hefur reynsluna heldur betur. Já, hann er ekki endilega svo sprækasti. Ég hugsi ekki tekið hann er fylginn sér. Já. Og reynslan alveg ótrúleg. Skynsemin alveg að drepa hann. En það er alveg fræðingur að ment. Það er svolítið þannig. Frábær sending hjá Viktori, Já, hann nær honum. Og nú koma menn með hvað Nikolai hleypur inn í og Daniel hérna hægum megin. Þetta var svakaleg sending. Kalli tekur á Ella og rómum leikinn. Ekki kominn tími. Gísli með slakka sendingu inn eftir miðinni sem að Fjölnismenn komast inn á milli. Og þeir gefa tilbaka og Daniel fylgir vel á eftir. Svona er rétt til að tryggja enga skyndisókn á okkur. Gummi Kalli með fyrir sína festisnertingu. Halli. Og Yngvar. Viktor. Það er svolítið að þreifa fyrir sér. Fara sér í engu óðslega. Helgi býður bolta hérna aleinn. Gilli. Og Halli gefur á Daniel. Hann neglir á Fjölnismanninn sem gefur út til vinstri. Þar sem Fjölnismaðurinn Dagur Ingi kemur og hann gerir hann með hægri. Neglist. Og ágætis skot á markið. En Yngvar á í engum vandræðum með þetta. Leggst á boltan. Grípur hann örugglega. Yngvar. Viktor kominn í hægri bakvörðinn. En eins og margfrægt orðið getur Viktor spilað allar stöður á vellinum. Halli. Aftur á Viktor. Hann gefur stungusendingu, misheppnast, Fjölnismenn komast inn á milli. Gefa út til vinstri. Ágætis bolti þarna inn fyrir, vel gert. Halli kemur boltanum á Yngvar. Já, vel gert hjá þristinum. Fjölnismenn að ráða ráðum sínum og hugsa hvað getum við gert? Eigum við að byrja hér eða byrja þar, eigum við að fara upp hægra megin, vinstra megin? Hvernig eigum við að brjóta Íslandsmeistarana á bak aftur? Eða eigum við bara að æfa okkur í sendingum? Nýjan Austmann gefur hérna út hægri og Axel, okkar maður, Axel Freyr kemst upp að endamörkum en missir þar boltan í viðreiksinni við Svein. En nær honum aftur og er kominn inn í teig og hvað gerir hann? Hann gefur hann út og þar er enginn. Nikolai kemst inn á milli, gefur á Daniel og við erum allt í henni komin í skyndisókn. Helgi býður boltan, fær hann ekki. Vel gert hjá Daniel út inn á miðjuna til Pablo sem kemur hann til að leysa. Þetta gengur aðeins svo hægt, boltin aðeins að lenda svona fara fyrir aftan menn. Ég sé við mist dampinn. Já. Boltin var ekki alveg að rata inn í hlaupaleiðina. Nefndu þú að Pablo hefði spilað fyrir Fjölni? Nei, það er rétt. Hann kom hingað til að fara að spila með Fjölni. Nei, ekki? Jú, alveg hár rétt, ég var að stingla með því. Þetta er stóri Pablo-leikurinn. Já, þetta er Pablo-leikurinn, það er rétt. Nýbúnir að taka 2 gillaleiki. Já, tökum við Pablo. Og
og stjörnuleikurinn var kannski líka Pablo-leikur. Já, það er allt saman Pablo-leikir sko. Pablo er búinn að spila út allt. Öll lið sem hafa unnið eitthvað hafa haft Pablo. Eins og segir laginn þá er oftast partí hjá Pablo. Daniel, hvað gerir hann? Helgi á flegiferð, fær ekki boltan. Daniel fær boltan aðeins fyrir aftan sig og Sveinn Gísli og við byrjum upp á nýtt. Viktor hinum megin, Sveinn Gísli aðeins betri með vinstri heldur en hægri, en það kemur ekki að sök. Partí hjá Pablo á miðunni. Helgi er búinn að hlaupa mikið, hann er alltaf tilbúinn að taka hlaupið. Mjög duglegur, minnir mig á manni sem er nummer 11 og heitir Ollie Watkins. Já, alltaf duglegur, alltaf til í að taka hlaupið. Fær ekki alltaf boltan. Raunverulega minnir Víkingum rosa mikið bara á Aston Villa sko. Já, það er svolítið þannig. Nema Víkingur náttúrulega með miklu fleiri titla. Já, og fallegri búninga. Já. Og skemmtilegri þjálfara sem persónu. Ekki segja það. Helgi, já, hann er ekki eins og hann lítur ekki út fyrir að vera vampir eins og okkar ástsælið þjálfari Aston Villa. Ef hann væri með okkur kvöld þá segði hann good evening. Good evening. Það er 4-0 fyrir Víking. Já, hann myndi ekki segja það, hann myndi segja good afternoon. Segir hann ekki alltaf að segja good evening? Jú, og svo var hann hlegið svo mikið á hann að eftir að hann kom til Aston, þá hætti hann í. Það var alveg saman hvort það var kvöld eða ekki. Hann sagði alltaf good afternoon. En ég held að hann sé aðeins byrjaður að fá smá sjálfstörst í að tala ensku og segja good evening aftur. Það var hlegið alveg. Vonum að finni sjálfstörstið. Halli er fullur af sjálfstörsti. Það held hann á 2 hættur maður. Það munaði engu. Og ég bendi myndtökumanninum á að hann teflir á 2 hættur hérna með myndavélina. Hún er komin ansinn að, hún er ákveðnum cliffhanger hérna í gangi. Þarna munaði ekki miklu að Gunnar. Axel missir boltan. Hann má sín ekki við margnum. Hann er meitt sér í hendinni. Lendi illa. Helgi komið með boltan hérna á sendingafæri. Hann gefur bolta fyrir en Fjölnismenn komast á milli. Koma boltanum svo frá en Helgi nær honum aftur. Og næstu því Pablo en Sveinn Gísli nær honum. Og nú kemur Pablo, Halldór Smári. Og Gísli. Nú er allir Fjölnismenn nema einn komnir fyrir aftan boltan á eigin vallarhelmingi. Þetta verður. Það er ágætt að fá æfingu í þessu, einmitt. Já, þetta er flott. Við skulum ekkert vera að hrinda Pablo. Það er algjörð að æsa hann eitthvað upp. Hann er hérna... Þetta var Tolasís. Ég er búinn að segja hans nafn nokkuð oft, þannig að hann er búinn að vera talsvert. Já, hann er svo sem er að taka aukaspennir á hornin. Já, hornin. Ólafur Dagur Tolasís. Og þarna sjáum við boltinn. Hann er ekki rangstæðudómari, viltu gera svo vel. Sjáum við hvað gerist. Hvað gerir Gísli? Hann er að sóla á 1 og kemur boltanum ekki áfram. Góð hugsun. Fjölnismenn negla hérna upp. Díog hann allt upp í hægra hornið. Vel gert, flottur bolti. Góð sending á Axel Frey. Tekur vel á mótunum og bara eftir Sveinn Gísla. Hvað gerir hann? Hann rýkur í hann en Sveinn Gísli stendur fastur fyrir og Daniel hælar hann svo tilbaka. Það eru stælar í okkar mönnum. Vá, þetta var fallegt. En þeir vinna boltan. Vá, þetta var góð barátta hérna. Og Gotti. Nei, þetta var Pablo fyrirgefðu. Nikolai. Þetta er ekki leikur sem að það er engin kærleikar hérna. Axel Freyr er kominn bara inn í vítateig og hvað gerir hann? Neglir á markið og fær hvað? Hann fær útspark. Það er útspark. Ég held að þetta væri hot. Helvits barátta þessu leik, Sverrir. Já, það er aðeins að hitna undir mönnum hérna. Líst ekkert nægilega vel á þetta. Við sjáum hvað setur, hvort við náum ekki setja 1 eða 2 í setni. Halldór Smári, Daniel Dein alveg tilbúinn hérna. Þetta er erfiður bolti, en að sleppum með það. Sveinn Gísli. Og eins og við sögðum í fyrrháleik, við erum ekki búin að skora síðan í fyrrháleik. Köllum eftir því að fá fleiri mörk hérna. Já, köllum eftir standard. Og grófstöðu mörk alltaf er langt frá okkur. Þannig að kannski eru leikmennirnir ekki alveg í sama Ef við ætlum að halda rytmanum, þá erum við komið með 4, þá þurfum Fjölnir að skora 2. Einmitt. Báðir hinni leikirnir í Reykjavíkurmótinu fóru 4-2 fyrir okkur. Sjáum til. Nikolai fær bara að spila alveg upp að... Kalli, aftur á Nikolai. Það var fallegur þríhendingur, falleg hugmynd. Kalli, hann nær boltanum strax tilbaka. Vel gert. Og hvað gerir hann núna? Fer á með hann inn, já. Góð hugmynd. En sendingin, rataði ekki þetta stað. Nei. Flott sending en Erlingur aðeins og setn eða sendingin aðeins og föst. Það er mikill halli á vellinum þarna og... Já, sérstaklega þarna megin. Ójafnt. Já, eftir jarðhræringarnar. Já, einmitt. Og hérna... Og þetta aðeins að maður veit aldrei hvernig þetta er sko.
Nei, en býtu þessi leikmaður var ekki fyrra leik hjá þeim. Númer 3. Nei, Nei, hann kominn á, það rétt. Ekki. Ég tilkynnti hann hérna. Reynir Reynir Haraldsson. Haraldsson. Það geggja nafn, hann er svo sem frá Akranesi eða Þetta ekki sonur hans Halla Reynis? Ég minni það. Já, ok. Það tekið lagið hérna til leikinn. Það geti gert það, sko. Og þeir negla fram, Sveinn Gísli með þetta, eða hvað? Axel Freyr nær boltanum, Báðir sterkir kemst upp að endimörkum og neglir honum fyrir og Þetta var vel Ingvar gert. vel gert. Ingvar vel vakandi fyrir þessum möguleika og nær boltanum, hans var hann örugglega Axel gerði samt vel að koma boltanum fyrir úr bara erfiðri stöðu. mjög. Pablo, Nú er aðeins að færa svo upp á skafti Fjölnismenn, pressa okkur framar. já, það er að færa sig aðeins fram, hann er rétt. Nú er Daniel alveg frí hérna. Nikolaj Hansen missi boltanum á miðunni. Helviti sturbussalegur hérna. Það mátti ekki margnum. Þarna var Pablo, öll reynslan kom þarna fram og þekkingin á leiknum. Nú er leikurinn hans að leysast upp í eitthvað prísísson rugl, finnst mér. Og það er rangur, dæmdur rangur, menn gleyma sér aðeins í gleðinni. Gunnar Magnús er einmitt að tilkynna okkur hérna að staðan er reyndar er hún orðin 20-19 fyrir Íslandi, samkvæmt nýjustu tölum. Það er svoleiðis. Samkvæmt, Þetta er spennandi. Ég var einmitt svo glaður að fá þetta verkefni að vera hér frekar heldur en að horfa á handboltaleikina því ég bara geti þetta ekki. Nei, ég veit það. Ég verð svo reiður, sko. Ég verð svo ofboðslega pirraður. En þetta er frábær sending á Daniel Dejan sem við sögðum hérna í fallegu stereói, hvað gerir hann að köttar inn og Það hann... er brotið á honum og þetta er Já. aukaspyrna sem við höfum séð. Já. Viktor Þetta er nokkur gult. örleg skor úr. Þetta vonandi ekki meitt sér það. Það var svona eins og Sergio Ramos og Mo Salah hérna árið. Tók það niður. Já, hann er eitthvað kvarta hana, hann hefur fengið eitthvað högg á bringspjalirnar. En þetta er vantarlega lítið bara, eða kannski hann dottið á puttan á sér, hann er eitthvað í hendinni. Sjáum til. En það eru liðnar hvað 13 mínútur og markalaust í seinni hálfleik, staðan ennþá 4-0 fyrir okkur Víkingum. Og við eigum aukaspyrnu hérna bara rétt fyrir utan vítateig, hvað 2-3 metrum fyrir utan vítateig. Vinstra megin, Pablo stendur yfir boltanum og Daniel Dejan er tilbúinn. Ég veit ekki hvort tekur þetta og þeir veit að það er sannlega ekki heldur sjálfir. Ég ætla að tilkynna þetta. Þetta fyrir nærhóttin niður í vinstri. Þetta er mark. Já, það er Daniel sem hleypur á boltanum og neglir á markið og beint í vegginn. Karl Friðleifur neglir á mark. Þetta er vel varið. Þetta er útspark en já, þetta Þetta hefði var mark, ekki varið. sko. Þetta hefði mark ef varnarmækurinn hefði gerið fyrir. Það er rétt. Þetta var mjög vel útfærið aukaspyrna nema hún komst ekki á markið. Þetta er alltaf leið, menn verða að æfa sig, menn verða að fá að prófa. Menn skor ekki nema menn skjóta. Pablo farin að stjórna miðinni, segja mönnum hver þeir eiga að vera. Umferðarstjórinn. Fjölnismenn byrja vinstra megin. Það er komið smá sóknarhugur, ég held þeir ætla sér að skora. Það er komið smá sóknarhugur í Fjölnismenn, þeir eru þrír alveg hérna við miðlínu, þeir ætla ekki að bakka og sætta sig við 4-0. Þeir ætla að sjá til hvort þeir get ekki sett eitt á okkur. En þarna missaði boltan á eigin vallarhelmingi, Ellingur fyrir rólega upp, býður eftir Kalla og Kalli fær boltan núna og nei, hann hætti við, gefur Elling sem að hugsa málið, gefur á Gísla Gottskálk sem að kemur honum út til vinstri, Sveinn Gísli og hann á hægri. Ég var næst að ræsa út þarna stóru byssurnar. Þetta hefði verið fallegt, þetta hefði verið sögulegt, þetta hefði verið efni í launahækkun ef hann hefði skorið þetta með hægri. Já, hann er með samningurinn er hvert mark er held í 1.000.000 krónur. Hægri, já, 1,5. Án skatt, sko. Já, allt borgað inn á reikningi Geiman. Pablo, það er svoleiðis. Sveinn Gísli kann að semja. Svenni, hann er með þetta. Já. Hann samti þannig að ef hann skorar með hægri þá fær hann aukagreiðslu. Þannig að þið sjáu það í sumar, hann mun öðru hvoru reyna fyrir sér með hægri. Sáum við hérna formann knattspyrnudeildar taka andköf til skaut. Og gjaldkerinn hann er farinn. Já, hann bara þoldi ekki. Nei. Menn fann að reyna í samlingana, þetta gildi ekki á prísi svona eitthvað svona, en við erum bara á því. Þetta er KSI-leikur. Þetta er KSI-leikur, það er bara svo leys. Það er leikurinn inn á KSI.is. Já, þá er þetta bara... með. Já. Halldór Smári og Sveinn Gísli. Halldór Smári og Ingvar neglur honum hérna út og
Þetta var góð hugmynd. Við setnaðist aðeins, náðu ekki að toucha boltan. Fjölnismenn koma hérna upp vinstra megin frá sér. Reynir Haraldsson kemur fyrir. Og næstu því 7. Dagur Ingi okkar maður skallar hann út af. Þetta telst nú ekki, vantarlega ekki sem skot á skottilraun. Nei. Getum ekki samþykkt það. Nei. Daniel Dejan eitthvað svona að kvenka sér í hendinni, hann hefur lent eitthvað illa á handabakinu. Hann áðan. Það er ekkert sem trublar. Nei, hér er fullu fókus. Sákur Pablo gerir, hann er með 2 í sér þetta, kemur nú Ella. Sólaði nú 1 og kontunum síðan áfram. Nei, þeir Fjölnismenn náðu þessu. Dagur Ingi gefur hann út á fjarkan sem gerir hvað? Já, hann bara stífur Ella af sér. Og er komin langt nálægt markinu og fær hornspyrnu. Já, 7. eða 8. Eitthvað svoleiðis og þeir fá hornspyrnu núna fyrsta í seinni hálfleik. Sjáum hvað þeir gera með það. Íslandingar eru konur undir í LAN 6. Þetta er næstum eins og Laxness Arena í Köln. Þetta er mjög skemmtilegt. Já. Þetta er svona einhverju stælar í þjóðverunum að stela nafninu okkar fræga. Já. LAN 6, já. Ok, og hvað gerir Fjölnismenn? Þeir koma boltanum inn í. En Víkingarnir skalla frá. Axel Freyr kemst næstu því í boltan. Sveit Gísli kemst á spretti. Nær hann haldur sinna á. Nei, hann nærði ekki. Og segir hérna djöfulli maður. Það er eitthvað búið að mjúka völlin hérna. Þeir gulu eru bara búin að hafa boltan núna í talsverðan langan tíma og eru bara að sína af sér ágætisgæði. Dagur Ingi tekur boltan á kassan og hvað gerir hann? Axel Freyr kemur hlaupandi og nær honum upp að enda mörkum og gefur fyrir þar sem að, já, heldur þurfum að hafa gefið hot þarna, þá gefum við að segja 9. 8. eða 9. Þeir eru að detta í, ef þeir skora núna þá er þeir með 10% nýtingur hóndum sko. Rétt. Það er alveg magnað sko. Það er rétt sko. Það er ágætis nýting, það er bara ásættanlegt. Já. Við skulum sjá hvað þeir gera. Já, við skulum ekki sjá það, við skulum giska á það því að við sjáum ekki í hóndnið. Nei, af því að sko gera okkar best til að lýsa því samt. Ég sé hérna í gegnum 2 glugga að það eru allir hoppandi þarna inn í teignum. Leikmaður nr. 8, hann fær ekki að taka hotspinnuna. Og boltinn kemur inn í og hann er mjög hættulegur. Og þeir Gummikalli nær skoti sem að Ingvar síðan á endanum ver. Skoti fór í Víking og það var Daniel aleinn og langaði að fá hann. Og Ingvar sér eftir því að hafa ekki nelt honum fram. Hann baðist bara afsökunar. Já, Sveinn Gísli á Halldór Smára. Nei, þetta var misskilningur á milli manna. Hver ætluðu báðir að fara frá? Enginn að taka við boltanum. En voru Fjölnismenn farnir að pressa all svakalega eins og þau gerði í byrjun leiks. Já, komum bara nokkurnu vel að stað en svo tókum við algjörlega leikinn yfir. Sér Daniel, komið honum á Daniel, nei, þetta er við ykkur smá brasi aftast. Já, Gummikalli, Sveinn Gísli, ber boltan upp, kemur honum áfram á Pablo. Þetta er við ansið þröngt þarna en Pablo kemur út úr pakkanum. Karl Friðleifur og Viktor langar að negla honum hérna fram. Já, hann langar að skipta mér á vinstri hérna. Karl Friðleifur kemur honum á Elling og þá erum við allir náttúrulega 4 og nei, hann snýr við. Ekki strax, eins og planið heitir. Pablo, og hann neglur honum núna yfir á spurningu hvort það kemur á Nei, hann er svo nálægt markmanninum og innanlega fyrir Daniel Dejan að elta þennan. Góð pressa til Helga. Þannig kemur Watkins alveg. Hann er alveg sprjálaður í fíla þetta. Já, og hann ætlar að láta finna fyrir sér og nýta hraða sinn og kraft. Gæði og fleira. Já. Gísli kemur boltanum leikinn aftur. Sveinn Gísli, og hvað gerir hann? Hann gefur á Daniel sem að gera hvað, snýr við Sveinn Gísli. Missir boltan, nei, hann nær honum aftur og neglur honum yfir á Viktor. Þarna var nú ekki fallið orð að fara á milli manna. Nei, við skulum leyfa myndunum bara að tala. Ég ætla ekki að fara að hafa þetta eftir. Það kemur ekkert greina. Þetta er allt í góðu. Já. Menn eru svo vinnur á eftir. Daniel alltaf reddi hérna, sérðu. Helgi skallaði bara yfir hann, skallaði hann. Nei, enga hika er sam og tapa, segir ég. Hann er nýbúinn að sjá þegar að markmaður Þýskalands kýldi frakkann á þessum tíma. Já. Og ekki vilja leika sama leik. Pablo. Þetta verðist eitthvað að meðst í Fjölni en áfram með leikinn. Arnar kallar þetta hreyfingu
Það svolítið sem alveg rétt, þetta er búið svolítið statíst hjá okkur Já, svolítið staðið. 6 mínúturnar Já, og kannski svolítið auðveldur í Fjölnismenn að verjast þessu. Þeir eru bara þétti fyrir. Nikolaj kemur hérna tilbaka og heyrir upp boltan, Sveinn Gísli og Nikolaj er tilbúinn að hlaupa inn fyrir, fær ekki boltan. Ef við sjáum það, við erum hérna 4 í línu framalega, þannig að við ætlum líka að skora. Þetta var frábært skrifa þetta. Daniel og á Helga sem tekur hann með sér á hnéð, hleypur inn, hann er aðleitt þetta vinstra megin 4 í tegnum og núna. 4 og hvað gerir hann, neglir hann gefur stutt á Daniel sem að reynir að komast í skoti en gefur hann á Gísla Gotta sem að á frábært skot sem er vel varið af Fjölnismanninum. Gaman eins og Gísla svona framála á vellinum í dag. Já, gott hjá hann líka bara að sýna hugrekki og negla boltanum á markið. Hann hefur verið að horfa á í fyrirháleik, sko, í hálfleik, kíkta aðeins á leikinn. Útsendinguna, já. Heyrt að við séum að hvetja að skjóta markið. Já, bara skjóta markið. Það fallið markið í fyrirháleik. Frábæran skotfót. Já, mjög flottur skot. Fáum við innswinger frá Pablo og nokkrum Puniet. Já. Við erum búin að fá miklu færri hotn heldur en Fjölnismenn. Algjörlega, ef við skorum núna miklu betur nýting í okkur, sko. Já. Og svo hvað Pablo gerir. Hann gerir þetta frábærlega. Ótrúlega vel gert. Og Kalli. Nei, bjarg á línu. Þeir bjarg á línu. Línu, þetta var rosalega. Og jessu, frábært skot frá Daniel Dejan sem verður að hotni. Þarna var darrað. Þetta var árás. Friðleifur var þarna, hann var bara að hugsa hvað á ég að gera. Hann hafði allt of mikinn tíma til að hugsa hvað þetta myndi mann bara Braveheart, sko. Ekki í dag, sko. Þetta var rosalegt, ekki í dag. Vá, maður. Ekki séns. Þetta þarf ég að fá að sjá aftur. Við skora ekki fyrir innan hérna Martek, sko. Við verðum klárið með að finna næsta leik. Ég er búinn að finna, sko, hvernig getur gert replay. Það er svoleiðis. Já, en það er smá vesen. Það er svo æfa mig í því. Já. Það hefði verið gaman að sjá þetta í slow motion. Sjáum hvað ég gera hérna. 23 mínútur liðnar við fáum annað hotn. Pablo tekur aftur hotspinnuna inn í deginn. Sjáum hvað verður út úr þessu. Pablo er frábær spyrnumæður. Og boltinn kemur inn og það er Nikolaj á skallað marki. Nikolaj og Karl Friðleifur á færa annan séns. Nei, aftur er bjargað á línu. Helgi hefði bjargað á línu sjálfur. Bjargað á línu tvisvar í röð. Þá kemur svo spræki Dagur Ingi og komin aðleitt alveg inn í teg hjá okkur hinum og hvað gerir hann? Hann neglir á markið en hann kemst ekki á ramman, fær hotn. Andrés Smári sannar þarna fyrir okkur að við þetta ekki gera sprækur. Nei. Þetta er spurning staðsendingar. Þetta er leikur staðsendingarna. Hérna er verið að kalla á alla varamenn Víkinga sem eru eftir. Það er þá Davíð Helgi Aronsson og Bjarki Björn, Kári Vilberg Atlason. Já. Gaman að sé hann spila, ég aldrei sé hann spilaður í Víkings. Jú, og sást hann spila á móti hérna IR síðast. Hann er mjög sprækur. Lítill. Spilaði á móti IR? Já. Ég er alveg vissu það. Já. Jæja, venni. Fjölnismenn senda hann þetta inn í og Ingvar ætlar að fara aftur fyrir sig. Nú ætla ég að rengja þig. Já, ég trú ekki til rétt sér. Hann er hérna... Nei, þú ert bara í tómu tjóni, kallið minn. Það er svoleiðis? Já. Það var Jóhann Tjörásson og Þorri Bergmann. Vitið, var hann ekki í byrjunliðinu? Nei. Það er Davíð og Bjarki. Já, ok. Þá tek ég þetta bara tilbaka. Já, ég bara læt ekki vaða svo niður. Nei, vel gert. Rétt, skal vera rétt. Hann Kári, hann er fædd 2004, hann er 20 ára á árinu. Já, kom frá Breiðablik fyrir 2-3 árum. Spilaði með öðrum flokki, kom inn í annan flokkin hjá okkur. Hann verðist að skora svolítið mörkum, ætli sé ekki miðjumaður. Já, hann er svona ekta, svona léttleikandi. Þarna var Helgi frábær hlaupið, fær eitthvað rannstöðun á sig. Eða hvað, já. En þetta var ágætlega spilað. Þetta hefði mátt enda með, nú skuldaðir okkur markleik með Víkings. Ég fer að kalla þetta því að þeir fara að virða þessa skuld. Já, við viljum fá eitthvað í seinni, er það ekki? Kemur bolti fram frá Fjölnismönnum sem að ratar rétta leið en Sveinn Gísli nær honum og heldur honum síðan áfram. Sett hann bara með vinstri. Já, vel gert. Helgi og Daniel, nei, hann nær hann ekki. Stundu það bara neglar á markið. Já. Og Fjölnismenn ná að losa pressuna allavega stund. Halldór Smári segi ég, gefur á Svein Gísla en boltinn hefur farið út af Fjölnismenn og innkast. Það er þeir að gera, það er þeir að hugsa. Það er erfitt það að spá. En þeir ná að koma boltanum inn, negla síðan fram og Ingvar er með þennan alveg
Já, á bara lás. pollrólegur líka. En Þetta Pablo sjálfséð. Þetta ekki sjáum við bara valla sko. Og Dagur Ingi nær ekki að koma boltanum að samherja. Ég Og segi bara til Karl Friðleifur hamingju. frábærlega vel gert. Kæru áhorfendur að sjá þetta. Ég bara aldrei sé Pablo gefa feilsendingu og missa bolta frá sig sem að leiknum. Já, svona slæmt touch. Svona Hann klárar þetta alltaf líka fyrir tímabilið, sko. Já, mitt. Svo hann ekkert í þessu á tímabilinu. Nákvæmlega rétt sko. Hann er örlítið ryðgaður en hann bara nærði úr sér fyrir tímabilið. Þetta er Nikolai, Nico nú A-leit. eru þeir þrír hana í framlínunni og Nikolai komið sér inn í tegnuna. Karl Friðleifur á með Ella með sér sem nær ekki boltan. erfið sending þarna. Erfið sending. En sprækur varnarmaður Fjölnis þarna. Já, Dagur Ingi nær ekki þessum. Pablo Viktor. ný útkvildur og ný sofinn. Gísli Gottskál, hvað er hana aukaspyrnu? Nú eru breytingar, nú reynir á. Já, Það er leikmaður númer 18 og 37 í Fjölni. 18 Jónatan Guðni Arnarsson Mhm. og 37 Árni Steinn Sigursteinsson. Jónatan er fæddur 2007 og það er okkar eigin Axel Freyr sem fer út af og er þetta ekki númer 7 okkar Dagur Ingi sem fer út af líka Jú, sást bara ekki. og þá var það hjá okkur Víkingornum þá leikmaður númer 15 Bjarki Björn Gunnarsson og leikmaður númer 26 títnefndur Kári Vilberg Allarsson og leikmaður númer 3 Davíð Helgi Aronsson sem koma inn á fyrir sýnist mér Viktor Örlyg, Erling Agnarsson og er það Helgi sem er að fara út af eða Daniel Dejan. Við skulum sjá hver ratar út af. Það er Viktor Örlygur Arnarsson, Elli og hver fór Erlingur þriðji? Agnarsson og Kalli líka. Karl Hann fór hinum megin, já. Já, Karl Friðleifur. Fór styrstu leið út af. Hárrétt. Þetta er hann heiðursmaður. Staðan ennþá 4-0 liðnar 28 mínútur á seinni hálfleik. Bara skemmtilegu leikur. Fjölnismenn að gefa okkur mjög fína leik hérna. Þeir eru með alls konar leikaraðferðir, stundum sitja tilbaka, stundum pressaðir, þannig að þeir hafa að gefa okkur góðan leik. En við erum búin að tryggja okkur þessi 4 mörk. Nú það Fjölnir að klára sinn enda samlingsins. Já. Skora 2. Við erum svolítið í því að hafa þetta 4-2 sem er, sko, ef við leggjum þetta saman, 42, sem er svarið Við öllu. við spurningunum lífið. Lífskátunni. Já. Já, þetta er búið að vera samt, setjafleikurinn er búin að vera áberandi, svona, hvað segir maður, ekki verri, en hann er búin að vera öðruvísi. Já, svona klafs. Þetta er meira svona barátta og meira svona, já. Já. Þannig er menn að tjá sig á hliðalínunni, aldeilis. Hann var að tala eitthvað hálfsvæðið, heyrðist mér. Eitthvað svoleiðis, sko. Já. Það er kannski það sem að Fjölnismenn þurfa að nýta sér betur, það er þessi hálfsvæði. En nú ætla þeir að gefa inn eða hvað, gefa á Tólasíus sem er komin upp að endimörkum, næra boltanum, já, hann heldur honum inn á og neglir honum fyrir, en fær. Vítimenn, já. Það er hotspinna. Þetta er þá 11. hotspinnan. Á ég segja hvað gerist í leiknum, landsleiknum. Já. Viltu vita það? Já. Það er semst einsmarkmunur, Já. við fáum víti. Já. Skorum við úr vítinu? Nei. Nei. Er einsmarkmunur Haldi fyrir hvað þeim? við hefum, nei, þeir unnu semst með 2 þjóðverðarnir. Við hefum getað jafnað á síðustu sekundunum með vítinu en þeir fara upp í hraðaflöfu skora. Það leikurinn er búinn. Já, ég bara veist það, ég er svo glaður, ég horfði ekki á þetta. Takk fyrir það, takk fyrir það. Hotspinna og annett hotnið. Já, 12. hotspinnan sem að Fjölnismenn fá. Þeir eru allavega yfir í þessum tölfræði þætti leiksins. Lang flestar hotspinnur í Ilsvöllin í dag. Boltinn kemur núna fyrir og við náum fyrir, komumst fyrir boltan og það er negling fyrir Bjarka Björn. Vá, og þeir komast aftur og hann tekur bara skot. Þetta er skot. Já, telst með. Telst með, skot frá miðju. Þetta er field goal í bandarískum fótbolta. Já. Þarna fórnaði hann sér heldur betur fyrir málstæðin maður. Þá sjá Fjölnismenn sér leikaborði, komir svona fleiri leikmenn sem eru kannski ekki venjulega að spila byrjunarliðsbolta hjá Víkingum inn á, þannig að það gæti verið leikurinn ætti að hafa jafnast eitthvað smá. Það skulum sjá, þeir eru í smá vandræðum hérna í öftustu línu en koma boltanum fram. Leysið bara ágætlega reyndar, en já, boltinn endar hérna hjá Kára Atlasinni. Hann er slag, vá, hann er bara mjög spakur að aftast. Ekki stress. Pablo Halldór Smári gerir vel, Daniel Biðrumann, Sveinn Gísli og
gefur hann núna á Daniel. Helgi býður rólegur, Sveinn, hvað spurning hvort að Daniel fari ekki aðeins lengra og gefur inn á Helga, frábær sending og hann neglir fyrir markið. Þarna vantaði einhvern. Já, þarna vantaði bara einhver í rauðsvartir í peysu. En hann hefur farið af varnamanni því við fáum engasti. Það rétt. Kári. Það alltaf svolítið, mér líður alltaf vel að þessi Kári lið. Já, sammála. Það alltaf gott að veit Kára, hann mátti bara Það er bara alveg nauðsynlegt sko, hann á hliðalínni og Kári inn á, þetta allt gott. Þá bara, þetta veit á gott. Daniel búinn að vera svona eiland í seinni hálfleik, lítið fengið boltan. Já. Búinn að biðja hann ansi oft. Biður einhverjum að stinga honum en segir nei takk. Stingur honum frekar út á Kára, það misheppnast. Fjölnir kemst á milli og spila ákveða að fara upp vinstra megin. Spila létt á milli sín og eru komnir inn á milli í hálfsvæði. Og komnir inn og gera hvað? Nei, þeir eru aðra á stað. Það var þetta sem ég var að hugsa, ég kom því bara ekki orð. Átturnar koma undir. Og Ingvar á að setja meira á Níko. Já, og átturnar undir. Þá losnar 19. Þá hálfsvæði galopið sko. Já, akkurat. Fram á við sko. Já, fram á við. Við hugsum alltaf fram á við hér. Alltaf fram á við. Og Ingvar neglir honum inn á, á Níko. Þetta bara nákvæmlega rétt. Geggjuð sending sem Níko hafði vitað að láta fara og Helgi náði honum næstum því. Þetta var heldur betur það sem Arnar sagði til Og Fjölnir gefur hann á miðuna, Guðmund Karl. Og þeir eru aðleinir hérna, 37 út í hægra megin, Sveinn Gísli. Það gerir Gilli vel. Hvernig Daniel honum? Já. En þeir gera vel, Fjölnismenn. Ná boltanum aftur á sitt vald. Sonur Hallar reynir að setja með góða sendingum í hornið. Ingvar ætlar að koma mótið en hætti við. Það gerir Fjölnismenn með þetta tækifæri ekki að hann leikur hann í teginn og skýtur og Ingvar ver. Hann þurfti að hafa sig alla við þarna. Já, vel varið. Góð staðsetning hjá Ingvari. Ágætis sóknarna og ég sé að Adam Ægir Pálsson hefur veitt leikmann nr. 37 innblástur með hárgreiðsluna. Það er gaman að sjá það. Það gæti verið Adam Ægir svona aftanfrá. Já, ég bara hefði haldið þetta að vera hann sko. Það er einhver DNA tenging hana sem við ætlum ekki að fara nánar út í. Nú bara vil ég vita hvort hann sé Pálsson. Nei, Sigursteinsson. Það er ekki bróðir hans Adams. Já, þeir hljóta það að vera sammæðra. Já. Svona aftanfrá allavega. En við skulum sjá. Gísli Gotti kemur með hann og gefur á hvern. Hann missir boltana frá sér. Lendir hérna í þvögu. Guðmundur Karl, hókinn af reynslu. Og þetta var vel gert hjá hann. Og þetta er skemmtilega gert þarna hjá Fjölni. Nú eru þið konur allt inni bara alennir í gegn. Og Adam Ægir, þarna hefði Adam. Þetta var vel gert. Þetta mátti engum muna. Það verðist það eitthvað meitt sig eða, já. Þetta er Árni Steinn Sigursteinsson. Hann fengi högg hérna á hásununa, en þannig Pablo komur að stað. Hann lætur ekkert bíða eftir sér. Hann lætur ekkert stoppa sig, en við róum þetta niður aftur. Sveinn Gísli gefur á Daniel nú. Daniel kom með boltan. Helgi býður. Helgi vill. Níko kemur á móti honum. Og Daniel gefur hann upp á Sveinn Gísla. Gísli Gotti færir hann yfir á Davíð. Hann færir hann alla leið yfir á Sveinn Gísla. Þá er Daniel komin, já, það eru 3-3 og Daniel hefur það tækifæri og komin inn fyrir miðju, já, og færir boltan aftur næstum því. Og negling fram sem að Halldór Smári og Ingvar eigi ekki neinu vandræði með. Austmann eldi boltan en fer erindisleysu. Hann er með mjúkar hreyfingar, mjúkar sendingar. Ég kann að meta hann Davíð. Já. Hann er hérna. Og núna er Helgi að biðja boltan. Daniel fer inn á miðjuna, sér Helgi út á kanti, gefur hann ekki á. Nei. Það er engin samúð þarna. Það er algjörlega, hann er. Þið gáðu ekki á mig, þá gef ég ekki á neitt. Aldrei út á kantinu, ekki séns. Aldrei út á kant. En já, það er búið að vera mikið plásandi vinstra megin sem að við hefum ekkert verið að fara þar upp. Davíð og Halla. Þeir eru svipað háið. Davíð er alveg, hann er 83 metra hæð. Já, og hann neglir. Freistar gæfinnar hérna, en það gengur ekki upp. Markmann að þetta. 4-0, 35 mínútur liðnar, 10 mínútur eftir.
Og við skulum sjá hvort þið fáum ekki 1 mark allavega. Ég hef aldrei séð marklausan hálfleik hjá Víking. Það svoleiðis? Ekki á þessu ári? Ekki síðan bara í síðustu helgi, sko, eða þar síðast, sko. Já. Nei, en í alvöru, þetta ótrúlega skrítinn seinni hálfleikur, hvað það var þar. Boltinn farin út af... Við reyndar lofuðum engum mörkum í leiknum. Nei, við getum það illa þegar gróðrastöðu mörk er langt í burtu, sko. Já, langt í burtu, sko. Algjörlega. Og svo náttúrulega 11 heimili mörkin, náttúrulega líka í Víkinni, sko, Víkinni. En hún er ekki langt frá, sko, það er rétt. Dvalarheimili mörkin, segir þetta. Dvalarheimilið, já. Það eru 10 mínútur eftir. Það er ekkert skrítið að þetta gangi svona hjá okkur þegar við erum með, sko, fullt af fyrirtæki sem eru skýrðir eftir mörkum. Já, algjörlega. Og svo Markmann Ásland daginn að spila í Víkinni. Þetta er allt saman á sömu bókina. Nú eru Fjölnismenn komnir í gírinn, en þetta var ansi metnaðarfullt og Ingvar í staðinn fyrir að taka með höndunum. Mjög metnaðarfulla líka sendingu sem að gengur upp, eða hvað? Nei, Bjarki Björn gerði sitt allra besta til að valda boltanum en það mistókst. Þeir gulu koma nú fullir sjálfstraust. Þessi leikur endar ekki 4-0, ég kaupi það ekki. Við verðum að fá markið innan leik. Þeir eru ekki búin að fá þessi mark í 36 mínútur, það er bara mjög gott. Halda hreina móti Íslands og bikarmeisturunum er ekki eitthvað sem er auðvelt. Nei. Það gerði það nú ekki mörg lið í fyrra. Ég hef eitthvað lið. Það er rétt. Bara ekkert lið. Nei, ég held ekki. En maður ríka held ég. Úti. Það telst ekki með, það var í öðru póstnúmeri. Já. Og negling hérna fram með ónákvæm sending sem ratar beinustu leið út af. Þarna er komin einhver smá súr mjólk í glasið. Markmaðurinn lata kantmanninn heyra það fyrir þessu sendingu. Ég er ekki sem að þó að kantmanninn hefði staðið þarna það hann er náð boltanum. Nei. Sjáum, ekki. Helgi er ekki búinn að skora í dag, það? Jú, hann skoraði. Já. Fyrsta marki. Níko er ekki búinn að skora, já. Hann skuldar. Hann skuldar. Þetta er bara baráttan. Þetta er leiðinda. Þetta er vont, sko. Þetta getur verið mjög vont. En hann er bara að sparka í boltan. Sérstaklega inni í svona kulda. Þetta er leikmaður númer 17 sem við skulum sjá. Er Vilhjálmur Yngvi Hjálmarsson. Þetta er 2002, 21 ára gamall. Var að finna fyrir Pablo þarna. Það var árið sem Pablo var 32, eða ekki? Jú, árið sem Pablo fermdist. Það er nákvæmlega. Einhver kemur þessu upp hérna kantinn. Vel gert. Bjarki, Gísli, Kári. Nú viljum við sjá vel útfærða sókn sem við spilum í gegnum Fjölnismenn. Þannig að Algarnóks gengi hans í harta Pablo, hann heldur boltanum. Og gefur hann beint á Fjölnismenn sem skemmst í skotfæri og gefur boltan á Austmann sem gerir þetta mjög vel og kemst næstu því færi en ekki alveg nógu vel. Daniel hleypur inn vinstra megin og vill fá boltan núna. Já, og hann fær hann. Og hann nær boltanum og kemst upp á andamerkum. Helgi býður eftir honum og Nikolai á fjær. Pablo komur þetta utan. Nú vantar okkur markstrákar. Gefur honum á Gísla. Já, nú róaði þetta niður. Þetta er eitthvað, það er ekki komið tíma á þetta. Nei, Arna vildi bara fá 1 mark seinna á leik. Já, ekki alveg strax. Ekki alveg strax. Nei. Og nú sjáum hvað Kári gerir. Hann er í stuttum, hann er öllu stuttu. Já, hann er grílis. Já, engir hanskar og vesen. Nei, stuttur sokkar. Pablo leikur þetta Gísla og gefur hann á Helga og nákvæm sending. Já, ég verði að sammála Gilla þarna, hann er haldið í hann og svona en mér er samt. Hvað gerir hann núna? Býtum við, dæmir eitthvað. Já. Býtum við. Hvað dæmir hann? Það komið skipting, hann dæmir fríspark og út að fara, inn á koma skulum við segja, leikmenn Fjölnis, númer 27, sem er þá engin annar en Sölvi Sigmarsson. Það voru Kára og Sölvi komnir inn á völlinn, það er frábært. Já, leikmaður númer 19, Arnar Ragnars Guðjónsson. Býttu. Hvað er við að sjá hérna? Er þetta heimsviðburður eða? Ég ætla aðeins að kíkja þetta. Arnar Ragnars Guðjónsson. Hann er svona að setja Ragnarsson inn til að tryggja að koma í veg fyrir allan misskilning. Ég svo ekki hverju fór út af. Það er verið að afsaka það. Ég var svo upptekinn að því að væri Guðjónsson kominn inn á. En gulu negla hérna fram. Þetta er frábær sending næstu því. Sveit Gísli nær boltanum og gefur honum að Ingvar. Hann neglir út kantinn og Halldór Smári nær valda boltanum og gefur honum til Sveins Gísla. Og Pablo til í að fá hann og færa hann.
Halli Smári gefur hann á Nikolai sem tekur vel á mótunum og beint Kemur á beint á Nikolai, Djuric. Daniel. Helgi hleypur með. Daniel köttar inn og neglir honum alveg yfir og þar Kári, kemur á ferðinni, nær tökum á boltanum og lítur upp og hvað gerir hann? Hann hugsar málið aðeins og lengi og við byrjum upp á nýtt. Gísli Gotti, Pablo, Halldór Smári Og Helgi í Daniel til í hálfsvæðinu. þetta, hann er mitt. Sýtna. Daniel og Vil hann ég sjá hann? hleypur inn á miðjuna. Pablo kemur hann, það er svo lítið, þannig að ég held að þessi bolti á oft að fara til Daniels. Þetta er búið að vera næstu því hálfleikurinn. Já, næstu því hálfsvæðin. En Halldór við höfum Smári. örfá mínútur hérna, 3-4 mínútur til þess að skora 5. markið og það lítur ekkert út fyrir Guðmundur við sjáum Karl. að gera það. Nei, við skulum sjá, það er aldrei búið fyrir það búið. Já, eitthvað eru Fjölnismenn líklegri og hérna Það er er bara, kraftur í þeim, sko. hann er bara, broddómari á. Já, Halldór Smári gerir þetta vel, já, reynslan, datt hana, Kylliflödd. tók þorskinn inn í teig og dómarinn sá á honum. Já. Og nú er að detta í 41 mínúta. Ég segir 42 mínútur. 42 klukkan, alltaf segir bara eitthvað hérna og kannski byggjum kamerumanninn að kíkja á klukkuna í lok leiksins og sýna okkur hvernig hún er, klukkan í húsinu hérna. Já, Hún er alveg að verða búin. Já, Hún á ekki langt eftir. En hérna Níko, nú er boltanum spila á Níko eins og beðið var Daniel, hann neglir fram, Helgi komin einn inn. Hvað gerir Helgi? Gefið honum fyrir, nei, hann snýr við og Daniel er með honum en hann ákveður að fara inn í tegin og gefur boltan inn í tegin en þar er Fjölnismaður sem er fyrstur á hann. Ég var fann að munda barfly takkan sko. Já. Það var mistök. Ég hef stundu, það er kallað jinx. Já, það er ekki jinx til. Ekki víkinni sko. Það er rétt. Halldór Smári leitar hennar á miðjuna og finnur Davíð finnur Bjarka og þeir hérna nýju mennirnir. Kári, Og þetta er frábærlega gert til Davíð hérna. þeir spila eins og þeir sem valdið hafa. Mjúkar hreyfingar, ég kann að meta svona leikmenn hávaxnir og hann minnir á Peter Crouch. Já. Mjúkur í hreyfingum, við hindamum. Fallegur á velli. Og nú er Daniel alveg, nú er bara hann í starthólum. Sástu það, hann var alveg spólandi sko. Nú er búið að skipta þessum stöður og hreyfa liðið aðeins til. Kári komur hérna inn á miðjuna. Já. Pablo komur út á kantinn. Lengst út til hægri. Davíð, Halli. Nú er sett upp í eitthvað kerfi. Nú er að draga Fjölnismennina til sín. Þetta er það er það sem ég er Nú skemmtilegt. gefur boltinn út til Já. hægri. Út á kantinn þar sem að þeirra Daniel er farinn en hann fær bolta núna og missir hann. Þetta var klaufalegt. Óþarfi, Halldór Smári, Daniel, Og Pablo. og gerðu nú, hérna Já. Helgi kemur hérna og nú Og nú er Níko bara hann er galopinn fyrir miðju. Kondu svo, hlöftu bara inn í teig og Nikolai- gefðu hann fyrir, kondu núna og með Nikolai- boltan og Nei. Nei, Þetta ætlar ekki að koma. Þetta er að reynast erfið fæðing í síðari hálfleik. Þetta er 4 góð mörk í fyrri hálfleik. Ég verð bara hreinskilinn með það. Seinni hálfleikurinn 0-0 er bara mjög sanngjarn niðurstaða seinni Já, hálfleik. sammála því. Það er ekkert eitthvað sem hallar á okkur hérna með það. Nei, ég vil lítið færi og Já, til bara- dæmis að loka svona. Fjölnismenn hafa náð að loka á okkar skeiðustu menn. Tollesius. Kannski það er síðasta orðið hérna. Nú sjá. Fjölnismenn fara sér í engu og óslega. Samkvæmt vallaklukkunni er hún að fara að slá núna í 90 mínútur. Eftir það bil 20 sekundur. Já, alveg svo áðan, það var ekki mikið tafir held ég. Nei, þetta er ákveðlega Vel að spila þarna. Við virðist vera búin að það er ennþá í ákveða sókn. að leyfa þeim bara að klára þessu sókn og svo fara í styrtu. Þetta verður ekki mikið meira. Það er líka ágætt að ef að sé í vörn, það þarf líka stundum. Það verður nú einhverju bætti út af skiptingunum líklegast. Það er eitthvað einhver skilda bara að bæta við 10 sekúndur per Sveinn skiptingu. Gísli kemur og farðu bara sjálfur. Já, Hlauptu takta bara á. Já, Ekki já. alltaf tilbaka maður. Daniel, Daniel og Pablo. hún nennar ekki að hlaupa með. Daniel er orðinn þreyttur. Nei, Kemur- hann er tekur núna þreyttur, hann straugið. heyrði í þér. Já, Daniel tók er straugið þreyttur, og þá sneru þeir akkurat við hann á bakinu. En nú kemur þetta. Gilli, Halli Já. Smári, Pablo, dómarinn er komið með flautuna. Og þetta gerir Bjarki vel. Frábæla reyndar. Já, við fáum dæmt á okkur. Kannski síðasti séns.
sennilega síðasta spyrna leiksins, auka spyrna á miðjum vallarhelmingi, svona sirka aðeins fyrir innan á vallarhelmingi. Nei, þeir taka þetta bara stutt og Já, bara yngvar og já. Þetta dómarinn svona, þessi svo kallu fagmannlega framistæða. Já, nú veit Gilli, Nú Daniel alveg hann æstur að fá bolta, fær hann á ekki. Pablo. Og það fara Helgi- áfram. Þetta sparkaði Helga, Gummi Kalli, reynslan. stilli upp. Dómarinn langar að sveitmarki viðbót líka, sko, ég sé það, sko. Ég held því miður að þessi leikur endi eins og hann stattur Já, við verðum að setja ykkur við það. 4-0, það er bara ágætis frá fyrir að halda hreinu. Það er bara fyrsti hálfleikur Skora sem við sendum út á marks. Ég það er biðst bara afsökunar á því, kæru áhorfendur. Ekki vanur því að standa að svona útsendingum. Pablo ófeimnir við að spila stutt út. Nú væri gaman að sjá Halldór Smári. eina sókn og eitt færi í lokin. Já, Vel gert frábær sending þarna áfram og Helga. geða hann áfram. Danni, Helgi kemur inn í teginn og Bjarki Björn, hvað gerir Daniel? Tekur hann skotið? nei, Hann gefur hann hann finnur út. Nikolai. Vel gert hjá Daniel en ekki vel gert hjá Nikolai. Nei, þarna er nefnilega að gera hann sko mistök. Já. Hann hallar sér aftur á bak. Já, fær hann sennilega í skrefinu. En Akkúrat. nú er leikurinn búinn. Lokaflautið hefur Gottlieb Við, 4-0, 9 stig. Víkingur á toppnum í A-riðli Reykjavíkurmótsins. Ósigraðir með markatöluna 12-4. Við fögnum því að aðalfagnaðarefnið er að þurfi ekki að hafa hort á handboltan á þess sama tíma eins og það fór nú. Svo sem sammála því, sko, en í kvöld þá var hann að þakka kærlega Gunnar Magnúsi Skeving Thorstensinni fyrir að koma hérna og taka vídeokamerun að sér. Það er ekkert sjálfgefið að fá Alls ekki. menn að bruna bara upp í Grafarvog. Þakka þér fyrir að vera með mér í kvöld. Takk fyrir og takk sömuleiðis. Við sjáum svo bara aftur hérna á sama stað á Á sunnudaginn sunnudaginn. klukkan 18:30. Já. Leikurinn átti að vera morgun milli Víkings og KR í Reykjavíkurmótinu, Já, nú erum við kvennaboltanum. að tala um kvennaboltan, já. Já, hann var færður úr sunnudag vegna veðurs Já. og við fögnum því. Við ætlum að koma betur klæddir þá og undirbúnir, Já. Og kannski með með kaffibrúsa. eitthvað heitt í brúsa. Þannig við sjáumst á sunnudaginn, þökkum kærlega fyrir okkur í dag og lefum Takk. myndunum bara aðeins njóta sinni í lokin og Hörður Ágústsson og Sverrir Geirdal kveðja. takk fyrir Bless. okkur, bless. All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there, and they say yeah, and they say there. Cause all I do is win, win, win. And if you going in, put your hands in the air, make them stay there. Ludacris going in on the verse cause I've never been defeated and I won't stop now. Keep your hands up, get them in the sky for the homies that ain't making it, my folks locked down. I never went nowhere, what they saying Luda's back. Blame it on that contour, the hood call it Luda-yak. And I'm on this foolish track, so I spit my foolish flow. My hands go up and down, like strippers' booties go.